Já, velkomin að Rauðaborðinu á eftirmiddagi á föstudegi. Það er eiginlega hálfgert vor í lofti hérna í Reykjavík. Það er bara þannig, var eiginlega vor í gær og næstu því vor núna. En við látum það ekki trufla okkur, heldur setjumst hérna yfir og förum yfir fréttir í vikunar og fáum til þess góðan hópa fólki eins og við gerum vanlega. Hérna er Vilborg Bjarkadóttir sem er doktorsnemi í þjóðfræði. Þorkell Heiðarsson, deildarstjóri hjá Dýraþjónustu Reykjavíkur. Já, ég er þjónusta dýr. Já, hvað er þetta, ef ég má spyrja? Dýraþjónusta Reykjavíkur og Húsdýragarðurinn er samreikið batteri sem að dýraþjónustan heldur utan skyldur sveitafélagsins hvað varðar dýr í sveitafélaginu. Við hefum svona verið að taka yfir öll málefni sem tengjast dýrum. Eins og maður sem alltaf skjóta á máva, ert þú í því? Ekki persónulega, nei. En það er líka... En það er hlutið af þessu? Það er komið undir, já, svona meindir að varnirna sem áður voru eru orðin hluti af dýraþjónustunni. Eru mávar ekki dýr? Jú, en ég með langar kannski að koma í að skotveið og máum hefur látið verulega undan svona þannig séð. Þetta er ekki mikið stundum. En auðvitað getur komað upp aðstæður stundum þar sem mávar eru til verulegar ófríðar á einhverjum afmörkuðum punktum. Þannig að ég ætla að bera hönd yfir höfuð mávanna. En ég spurði dýraþjónusta að því að þetta er svolítið skrítið að þú sett með dýragarðinn og svo ertu að eyða dýrum annars þar. Já, þetta er áhugavert Það er ekki ágreiningur á þetta eins og þegar það var sameinað virkjanir og náttúruvernd í einu ráðuneyti? Ég held að megi kannski segja það að hugmyndafræðin hafi meira verið svo að einhvern veginn málefni dýra í stóru sveitafélagi eins og borg. Þetta var komið svona út víðan völl og var hér og þar og allstaðar og enginn eiginlega vissi hver ætti að halda utan málaflokkinn og svo hefur þessi málaflokkur bara aukist. Það hefur verið að gera aukna kröfur í lögum og reglugerðum. Það er náttúrulega hundahaldið, það eru kettirnir, það eru hálfvilt og viltdýr og alls konar reglur og svo bara komum svo hugmynd fyrir nokkrum árum að reyna að koma þessu bara eina hendi og einn stað til þess að málaflokkurinn yrði svolítið svona konsentreraður eða svona fókuseraður. Og spara líklega? Já, ekki endilega, heldur líka bara það að það er bara einn dýragarður í landinu og einn möguleiki á að hafa einhverja aðstöðu til þess að taka á móti dýrum. Þú bara ferð ekkert gjarnan með dýr inn í Ráðhús Reykjavíkur og ferð að hlúa þar einhvers staðar á skrifstofu. Það er bara mjög torsótt. Þannig að þarna var húsdýragarður, þar var aðstaða og þannig að það getur þá bara nýtt og betur freka fjárfestinguna sem var þegar komin til borgarna sem borgin var þegar búin að leggja út í á sínum tíma. Ég var eins og staddur í New York á einhverjum tilteknum degi sem er frægur í borginni. Ég held að sé kirkja sem er Upper West Side held ég að sé. Það sem að koma dýrin úr dýragarðinum og eru leidd inn í kirkju og blessuð. Getur ekki komið þessu á? Þetta er svo fallegt. Þetta er afar skemmtileg Ég styð það. Ég sat nú í eina tíð á kirkjuþingi og þá hefði ég gjarnan vilja vita þessu því að þá hefði ég geta komið þessu dýrin beint á framfæri við þá sem standa nær Guði. Þetta er voðalega fallegt, alveg sama. Já, þetta var það. Herðu, en afsakaðu að þetta var bara vakti áhuga minn, þetta nafn á deildinni þinni, Dýraþjónusta Reykjavíkur. En hérna er líka Ester Bíbí Ásgeirsdóttir sem ég segi bassaleikari. Það er bara svo smart. Já, ég er bassaleikari, ég er líka tónlistarmaður. Svo er ég viðskiptafræðingur. Já. Til hamingju með það. Það er ekkert að þessu slægir út að vera bassaleikari. Nei, það er alltaf mest töff. Eins og margir vita þá er bassaleikarin alltaf mest töff í öllum hlustum. Algjörlega. Það er bassaleikari sem fær ykkur til að dansa. Já, bassinn. Það er bara aðalatrið. En hérna er líka Þorkell, hérna er Magnús Jökkum Pálsson. Þú ert blaðamaður? Blaðamaður á Vísi. Og gagnrýnandi? Og gagnrýnandi, já. Svolítið hvass gagnrýnandi? Sá ósýrni, var ég F900 í gær. En ég hef tekið að mér kvikmyndagagnrýni núna eftir áramót á Vísi. Og sjónvarpsgagnrýni reyndar líka. Það varst ekki ánægð með Vigdísarþættina sem að þjóðin naut þess að sitja og fá að dást að Vigdísi þar til að Vísir birti gagnrýni. Akkurat, ég eyðilagði partíið. Nú var ég að finna þessa gagnrýni. Já, ég las á þessa gagnrýni, hún var nokkuð hvöss. Já, ég laðist yfir þetta. En ég fekk góð viðbrögð. Það var alltaf einhver óánægja líka. Ég fekk eitt svona óánægju póst, þess að voru margir líka sem að fannst þetta tímabær gagnrýni, að það er að segja að það hefði verið svona
ákveðið lof í fyrri öðrum dómum, sko. Morgunblaðinu og RÚV, þannig að þetta var svona kannski mótvægi við það. Þessi þættir, þetta svolítið sérstakt að það þetta þetta þættir og hægt að horfa á það bara sem venjulega þættir sem þú gerðir. En að einhver leyti var þetta svona eins og þjóðhátíð og þú var svolítið að trufla það að allir vildu bara fá að klappa aðeins fyrir Vigdísi. Akkurat, já. Hefur þú séð þetta Laddi í... Nei, ég eftir að sjá það. En það svolítið samkvæmta fyrirbrigði. Hann fekk reyndar 5 stjörnu dóm hjá okkur á Vísi, hjá Símoni Birgis. Já. Þannig hann var allavega ánægður, en ég eftir að skella mér. En jú, þetta var svona... Svo slátraði Símon stormi stuttur síðar. Einmitt. Þannig að það var verið mikið af dómum á Vísi núna undanfarna daga, sko. Má ég að því að við erum að tala svona hitt og þetta, lesið þið svona gagnrýni og finnst ykkur það skipta máli? Mér svolítið stuð í þeim, tveimur? Jó, maður les alveg gagnrýni, sko. En svona maður tekur svona rispur í því, sko. Svona, jú, mér finnst alveg, en það svona, einmitt, mismundi hvað mikið svona gagnrýni. Þú veist, mér finnst til dæmis lifandi svolítið kvikmyndagagnrýnin, bókmyndagagnrýnin nánast engin í dag. Og lítið gagnrýni á myndlistarsýningar. Mér er svo leiðilega tónn alltaf í bókmyndagagnrýni. Það er alltaf eins og verið að selja bókmyndir sem svona freyðibað eitthvað. Það sem var að njóta þess að það sé eitthvað helvítis konfekt. Já, en þetta líka orðið eitthvað svona jólapakkin, sko. Þetta ekki eitthvað... Mokkin hefur haldið uppi sko myndlistagagnrýni. Þau eru með mjög góða myndlistagagnrýni og reyna að kofera það vel. En svo bókmyndirnar eiginlega bara Kiljan, sem svona ákveðnar vald þar, en svo þetta bara fyrir jól sem að Mokkin með eitthvað sér bókablað og þau eru náttúrulega vikurnar fram að vera með mikla gagnrýni, sko, en þetta út hefur dregið mikið úr þessu, sko, eins og voru kannski 3-4 dómar hverja bók sem kom út. Men gagnrýni mjög mikilvægt. Mér gaman að lesa gagnrýni og þegar það að fá faglega útlistun á einhverju, en svo náttúrulega velum maður hverju maður sammála og hverju maður ekki sammála og svona, ég meina, en mér finnst það bara göfga umræðuna að fá alvöru gagnrýni frá það skrifaði líka þetta eins og það skipti máli, sko. Já, ég meina, og ef allir segja bara fínt, frábært, æðislegt, þú veist, bla bla bla, þá náttúrulega skiptir það ekki máli, en það skiptir máli að tala uppbyggilega á gagnrýninn hátt hlutina. En þá er það líka að listaverk verða ekki til í tómarúmi. Þau eru hluti af samfélaginu og ef það er engin umræða, það er bara listaverk og listamenn að njóta listaverkana, þá skipta það engu máli. Það er þessi umræða og dýnamíkin sem að listaverk verða til í umræðu. Akkurat, og við megum ekki vera svo viðkvæm að við ekki tala að allt eigi að vera einn lofsöngur, ef eitthvað sætir einhverju gagnrýni, það meina það eins og ég segi, það göfgar bara umræðina. Allir fáið meðalið fyrir mætingu. Við mögum ekki líta á allt sem niðurrif, sko. Herðu, en vomir yfir okkur draugur Trump í umræðinni, en við svona aðeins frestaði að það var koma ný frétt að það er búið að ráða borgarleikhússtjóra, fyrst að ég með lista fólk Egill Heiðar Anton Pálsson. Hann fær krefjandi verkefni í hendunar. Sem er deila leikara við leikfélagið Reykjavíkur. Þau ætla í verkfall núna 20. mars. Ég held að þetta séu einhverjar 10 dagur að leggja niður störf og þetta er Laddi verður fyrir barðinu á þessu og borgarleikhúsið tapar miklu held ég á þessu. Þannig að það verðist ekki verið mikill samningstónn ef marka má formann félagsleikara. Leikararnir eru mjög sárir og hafa komið fram svona upplýsingar að það fá allir betur borgað heldur leikararnir. En hvar stendur, þú veist, leikhússtjóri í svona samningum? Ég menn, stendur hann ekki bara fyrir utan þetta? Ég veit það ekki, ég spyr. Þetta er náttúrulega eiginlega sjálfseignarstofnun en vissulega rekin fyrir mikið opinbert fé og hefur alltaf verið en hins vegar auðvitað leikhússtjóri sem er að koma að nýra þessu, þetta er ekkert auðvelt verkefni að stíga inn í þetta harða kjaradeilu sem er búin að fara frekar hátt og þetta er nú hópur sem hefur verið svona frekar tregur á kjaradeilunar í gegnum tíðina, leikarar. Enda á hlægilega lélegum launum. Já, og ég held að það sé alveg óhætt að taka undir það. Ég þekki nú ýmsa leikara og það verður seint sagt að þetta sé fólk sem sé með góða laun. Og þar ekki er þetta bara erfið vinna og þeir sem leika mikið eru bara, þetta er erfið vinnutími, þetta er erfið vinna, þetta er mikið álag og þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur sem samfélag
að skoða þennan hóp eins og ýmsa aðra, hvernig hægt að gera þetta að mannsamandi starfi. Hvað það sem hefur frestað svona þessar umræðu að þeir lendi svona aftur úr? Er það út af því að þeir geta fengið aukalega borga fyrir að lesa auglýsingar og alls konar svona sem að lyftir þá þeirra launum í rauninni? Þú veist, ég spyr, bara... Fyrir tengdapabbi minn var tónskáld og hann sagði einhvern tímann, svo ég heyrði, að listamenn alltaf á lágum launum vegna þess að fólk heldur að listamenn stundi svo skemmtilegt kynlíf. Já. Þetta mjög góð fegur. En ég held að þetta sé einmitt, mörg vinnan sem að fólk heldur að sé skemmtileg, ekki bara leikara, tónlistafólk, alls konar, að fólk treystir því að þú hættir ekkert að gera það. Að því þetta svona einhvers konar köllun eða ástríða. Þó svo við myndum ekki borga þá kæmum við myndi geta. Já, þú veist, þeir geta borgað, þeir nýta sér það að þetta ástríðustarf. Það tala um svona eins og einhvern lífstíl, eins og með bændur, að þeir sætti sig við bákjör, bæði tónlistamenn og leikarar og bændur. Af því að þetta partur af þeirra persónulegu lífstíl. Og einhver leit er það þannig. En hins vegar kannski ekki hægt að vera að reka fyrirbrigði eins og borgarleikhúsið og þjóðleikhúsið á slíkum hugmyndum. Sko. Nei. Og það líka bara ljótt að því við þurfum list. Við þurfum þessa list ef við ætlum að kalla okkur samfélag og að reiða sig á að það sé bara fólk sem langi nógu mikið að gera það. Það er ekki fallegt samfélag. Já, ég held að líka með við hvað leikhúsið þó gríðarlega vinsælt ennþá í Íslandi. Það nú margir búin að spá leikhúsinu dauða mjög lengi og það virðist ekki vera rætast, allavega ekki hér á landi og þá finnst manni nú einhvern veginn að það þurfi nú að búa almennilega að þessum tveimur atvinnuleikhúsum sem eru hérna í Reykjavík og ég held svo sem mér heyrist nú svona kröfurnar, þetta sé nú ekkit út úr korti sko þessar kröfur, en þetta eru ég held að þetta getur orðið býsna erfitt og eins og þau voru að koma inn á kannski síðst að líka það hvort að einhverju séu tilbúinu til þess að stökkvalta inn í skarðið ef einhverju farið í verkfall og því að það langar ju alla rosalega til þess að komast á stóra sviðið ef þú ert í þessum bransa. En heldur þú viljið það á þessum forsendum? Það er spurning. Já. Ég held líka að leikhúsið á Íslandi sé mjög mikilvægt að við erum ekki eins og aðrar þjóðir með eins mikið á opinberum rýmum. Við erum með sundlaugar sem fólk hittist og svoleiðis og leikhúsið þjónar svolítið því hlutverki að fólk hittist og svona spjalli saman. Ég held að það sé rosalega mikilvægt í landi eins og Ísland með langa vetur og svoleiðis. Ég hef verið að fara svolítið mikið í leikhús að við fjöllum það hérna og það er mjög breiður áhorfendahópurinn og þetta er ekki eins og stundum lendir mér að því að segja maður verður bara í óperu ykkur til útlöndum að það sé svona all meir og minna svona líkt fólk en það er minnst að leikhúsið vera og líka bara svo mikil munur á gestunum eftir í hvaða leikhúsi maður er munur á borgarleikhúsgestum á þjóðleikhúsinu og í Tjarnarbíói og Tjarnarbíói og þannig að mér finnst bara allur almenningur fyrir í leikhús á Íslandi og það er Já, ég held það og þú veist og það er bara svona hefð innan fjölskyldna ég man bara þú veist að innan minna fjölskylda það var bara við fórum bara saman í leikhús risastór fjölskylda bara fór einu sinni ári þannig að þetta er hluti af fjölskyldahöfðum líka og bara menningunni þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að gera vel við leikara ég meina án leikarana og líka maður líður ekkert vel á leikhús sem að veit að leikarinn að leika á lélegum kjörum það er óþægilegt Nei, ég sigla við aðeins undir fölsku flaggi því að ég náttúrulega hef unnið í Borgarleikhúsinu og hóf og endaði minn leiklistaferil á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu og þannig að ég náttúrulega tengi mjög sterkt við fólki sem er að vinna þar og skilir það alveg og þetta það er gríðarlega þetta er bara gríðarlega mikið álag þetta er erfið vinna og þess vegna finnst mér bara við sem samfélag við þurfum bara gera þetta almennilega, ekki að vera með eitthvað hálfkák. Mér finnst áhugavert í þessari kjarðil þá kemur fram svona þetta að það fá allir borgað betur heldur en leikarinn upp á sviði sko. Þú veist, kallinn sem kemur keyrandi á bílnum með sviðsmyndina eða ljósamaðurinn af því það er komið yfir í svona iðnaðarmannataksta og þetta er eitthvað sérkynlegt í leikhúsi að leikarinn sem það er ekki leikhús án hans má eiginlega sleppa öllu öðru sko. Maður kannski ekki séð þetta eitthvað sundurliða en ég held að það sé samt mikið til í þessu
og það er margir takstar hann í gangi og svo alltaf verið að hræra fram og tilbaka hvort að fólk fái sýningarlaun eða ekki og svo búið að breyta því eitthvað þannig að þetta flókið og kannski fyrir svona hefðbundið launafólk svolítið erfitt að setja sig inn í að þetta allt, það unnið mikið á kvöldin og oft lítið á daginn en svo eru æfingatímabil sem geta verið mjög stíf þannig að þetta Það veit að allir sem eru með leikara í fjölskyldunni að því maður þarf svo rosalega mikið að passa fyrir þau. Já. Æska mín eiginlega bara mörkuð af þessu. Ég ætla að passa 4-5 kvöld í viku. Ég náttúrulega í hljómsveit með leikara og það þýðir að við getum mjög lítið spilað. Nefnum þá helst í hádeginu. Já. Herðu, en ég veit, við erum ekki að ræða það hvort að Egill Heiðar Anton Pálsson, þetta eru mörg nöfn, ég muni eitthvað breyta hvort leikur sem standi sem svona listrænt, við gerum það ekkert. En það var önnur ráðning bara í gær að VR-fólk var að velja það að Halla Gunnarsdóttir yrði formaður. Hún fekk nærrið í helming atkvæða. Ég fylgst með þessu og var með vakt á Vísi. Þetta var miklir yfirburðir. Þeir höfðu mitt mótherjarinnar höfðu gagnrýnt hvað hún væri með mikið forskot en það er náttúrulega sitjandi formaður alltaf með forskot í öllum kosningum held ég. Hún var náttúrulega ekki kosin, hún var eiginlega ekki varaformaður. Já, hún var varaformaður og svo tókum við að Ragnar í desember. Tökum við, þannig hún er bara búin að vera formaður í 3 mánuði. Já, það er fínt að þá koma félagarnir og hafa mat á því hvernig stóð sig og nærrið í helmingur við. Nákvæmlega. En já, hún fekk 45% og næsti maður fekk 20%. Þannig að þetta er afgerandi úrslit. Hún hefur náttúrulega verið í ASI áður, var þar framkvæmdastjóri 2 ár. Mikil áhrifamanneskja í VG. Einmitt. Það hefði þótt sagði til næsta bæjar að Allaballi yrði kosin formaður VG. Það er Sjálfstæðisflokkurinn átti þetta bara fram að hruni. Já, þetta er svolítið sögulegt þetta er söguleg úrslit. Og þetta hefur nú verið svona gustað svolítið þetta félag síðustu árin og þetta er þetta gríðarlega stórt félag og en ég verð að segja fyrir mína parta, mér líst bara vel á þennan ráðahag til þess að gera en eins og þið segið, hún kom svolítið inn í þetta embætti núna nýlega Flotta kostningabaráttu samar? Já, mjög svo Þau læfðu því, bæði hér heima og erlendis að vera að reka kostningabaráttu? Já, hún er náttúrulega verið lengi viðlóðandi pólitík. Ég meina, hún náði með Drífi Snædal, framkvæmdastjóri í ASI og var hún ekki líka aðstoða Ögmundi Jónasson, þannig að hún er ekkert ný, en það sémar það hvernig hún talar. Ég meina, hún er skeleg, hún er klár og með sína sín, maður sér það, hún veit alveg líka móta sína sín á þetta félag og hún náttúrulega, þetta félag er búin að vera mikið í umræðinni, ég meina Ragnar Þór, það gustaði á honum og það hefur sem betur fyrir gustað að verkalýðsfélagunum frá því að áður það var bara algjör dauðyflisgangur á þessu. Þannig að ég fagna því að ég meina það er það sem við þurfum, ég meina það er brattan að sækja í pólitíkinni. Hún mun örgulega að gera eitthvað við þetta félag. Sumt af því sem hún var svona byrjuð að gera niður í ASI með Drífu. Til dæmis svona umræða afleiðingar svona sveltistefnunar, svolítið svona efnahagsmála umræða. Hún er fluttað upp í VR og það mér það áhugavert. Því að svona hennar sjónarmið eru farið þess mjög saman við áherslum BSRB. Kannski ekki skrítið að því þú nefndir að hún hefði verið aðstofamanneskja Ögmundar og Ögmundur náttúrulega var formaður BSRB í 20 eitthvað ár og var einmitt helsti gagnrýnandi í nýfrjálsvíkjunar á 10. áratugnum og þessum. Þannig að ég held að verið gaman, ég held að það fer geta orðið svona pólitískara. Já, hún virðist alltaf líka að halda áfram með svona stefnunans Ragnars Þórs varðandi húsnæðismálin, þannig að hún ætlar að gefa þar í sem ég bara fagna því það er mjög mikilvægt. Og já, ég man eftir Höllu, hún er úr Mosfellsbæ, ég er úr Mosfellsbæ og sótti mikið Sunnudagsskólan og þar var hún með gítarinn að syngja mjög hátt. Þannig ég held að alls það sem hún kemur Djúpa breið. Þá er hún bara mjög, svona það gustar af henni. Þannig að ég er bara mjög spennt að sjá hvernig hún var í kvennafótbolta ekki? Jú, var ekki fótbolta að stelpa? Ég held það. Hún setur mark á umhverfið sitt og mér finnst að sjást að viðtölum alveg greinilega. Hún er með sterka svona framkomu. En ég held að sé nú líka, svo við kannski höfum séð margótt, það
það vandratað í verkalýðshreyfingunni hvað varðar pólitík og sérstaklega þegar hún fer að tengjast einstökum flokkum. Því að þá eru að því að verkalýðsfélög og bandalög eru þetta samansull úr fleiri aðilum sem eru með alls konar skoðanir og mismunandi áherslur. Þannig að þetta er alltaf vandratað og ég held að það sé mjög mikilvægt að halda sameiningu í svona stóru félagi. Þá þarftu þetta líka að finna einhverja fleti þar sem að þú getur nokkurn veginn garanterað að hinnir venjulegu félagsmenn fylgir og þú sért að tala fyrir hagsmunum sem eru raunverulega að brenna fólki eins og húsnæðismálin. Það er raunverulega eitthvað sem allir tengja við í dag. Eða svona 90%. Mjög margir, miklu meira. Halla getur ekki ávarpað VG félaga í VFR, þá er hún kannski bara að tala við 1,2% það er ekki að tala við, allavega ekki endilega mjög marga. En hún er skynug og skelleg og það er bara mikilvægt að fá fólk fram á sviði sem ætlar að hefur ykkur ástríðu fyrir breytingum. En það er áhugavert að Bjarni Þór, mótframbjóðandann, hann sakaði hann aldursfordóma, að hringjendur fyrir hann að væri að tala hvað hann væri gamall. En hann kemur náttúrulega aftur inn í stjórn núna, hann er áfram í stjórn, verður það í ári viðbútt, þannig að þau þurfa að snúa bökum saman eins og hún orðaði það. En talandi þessar fylkingar, einmitt þá vildi einmitt Flósi Eiríks, sem var hann líka í framboði, tala að það væri mjög skipt í ákveðin minnihluta og meirihluta eftir afstöðu stjórnarmanna til eflingar og svona það væri svolítið skipt eftir persónum frekar en og Halla er svona anti-eflingar megin. Einmitt, Já, það er líka bara gnýstir þar á milli. Já, ég meina það er líka bara raunveruleiki að VFR, það hefur náttúrulega komið frá mjög stórt félag og séu bara launastruktúr VFR fólk skoða þá er það ekkit endilega bara láglaunafólk. Það er svo langt þar frá. Breytt bil. Það er mjög breytt bil. Fjöldin er hins vegar ekki á neinu sérstöku launum. Hins vegar hefur félaginu var stýrt, þegar sjálfstæðismenn voru með það. Það var svona fólk af forstjóraganginum sem var ráðandi í félaginu. Þannig mér finnst þessi þróun sem hefur verið undanfarið vera bara hluti af svona lýðræðisvæðingu að svona tekjulægri hópurinn innan VFR er meiri áhrif á hvernig félaginu er stýrt. Mér finnst þetta jákvætt. Svo að maður veldi stundu fyrir sig þetta áeiginlega ekki að geta hangið saman í sama félaginu. Þú ertur auðvitað með forstjóran og allt hans lið. Já. Enda er ekkert víst að þetta hangið saman í sama félaginu. Það geti alveg orðið til þess með tíð og tíma að félagi klofni. Það væri ekkert í fyrsta skipti sem að ólíkir hagsmunum myndu kljúa svona, en það er allavega kannski ekkert í spilunum akkurat núna. Og náttúrulega hardsótt, það var náttúrulega þegar Elva fór hann gegn Ragnari, þá var náttúrulega mjög svona hörð barata og þá var það nú aðeins jafnar heldur en núna. Ég man ekki hvernig 6.000-4.000 skiptingin í atkvæðum, en það er náttúrulega bara dræmari kjörsókn núna heldur en þá. Ragnar stóð nú ágætlega að sér þessar allur. Vissulega. Þannig hann var eiginlega allan tíman með bara mjög gott umboð. Og stóð sterkur þannig alveg 3 kosningar í röð held ég. Þannig að hann var mjög hann fekk gott umboð í formannskjöri en lenti í vandræðum með að ég held að stjórnin hafi klofnað hjá honum í eitthvað svona átök og það áttu í erfiðleikum með að ná hlutum í gegn. Þannig að þetta er að venda. En talandi menn sem konur sem að setja mikinn svip á umhverju sitt, það er Donald Trump. Já, það er komið á honum. Já, skelegur svo orðheppinn oft. Hvað við höfum verið að ræða Trump ýmsum sáttum. Í gær var ég að ræða við menn það, getur verið að við séum bara einum þinghúsbruna frá fasisma í Bandaríkjunum? Klárlega, einn möguleiki stöðinni. Ég velti fyrir mér hver er tilgangurinn, hver er stefnan, af því að hún er rosalega mikið bara svona gífuryrði og hótanir og dræland og meiri hótanir og þannig að þú veist, hvað er verið að æfa þarna? Hvaða æfingar er þetta? Þetta Project 2025 sem að ég er að vísa það sem er að vísa fólki bara úr landi sem er með óameríska skoðanir reka fólk úr háskólunum svakalega fritt mann ekki hvað hann heiti maðurinn hann var sakar að vera hryðjuverkamaður tengdur Hamas maður sem hefði mótmælt hann á einhverjum stúdendamótmælum sitjandi mótmæli, eitthvað svona setuverkfall í háskólanum og hann er bara bandarískur ríkisborgari og var það er áhugavert hvað hefur lítið farið fyrir því svona yfirlýstum stuðningsmönnum tjáningafrelsis þeir hafa ekkert staðið á fæti núna eftir þessa brottvísinu Land of the free en svo er líka þessi
það er náttúrulega verið að skera gríðarlega niður hérna með Doge og Elon Musk. Það er hérna verið að senda fólk í snömbært eftirlaun. Það er verið að reka þúsundir starfsmanna, þannig að þetta er svona, það virðist vera allavega yfirlýst markmið að reyna að minnka báknið svona innan gæsalappa. Já, það er spurning einmitt, að því að ég held að maður auðvitað, það er nú ýmsir sem hafa sagt sko að maður er ekki að hlusta það sem Trump segir, heldur bara að skoða hvað hann gerir. Það sé svona regla með hann og hann segir alls konar og svo er spurning hvað hann gerir og nú er það að vísa þannig að hann kannski gerir eitthvað í 6 klukkutíma og hættir svo við það og snýði við. Það hefur gerst núna 2 svar í sambandi við Tolla. Já, hann er svolítið að róta þar í moldinni. Já, hann er að róta en það sem maður sér, maður fer alltaf á milli þess að hugsa, er þetta vel útfært, djúpt plott eða er þetta stjórnleysi og vitleysa og maður svona sveiflast finnst mér alltaf svolítið á milli. Stundum finnst manni, já, heyrðu, þetta er kannski bara, það er einhver hugsun á bakvið þetta, einhver heil brú og það er verið að plotta eitthvað. Og örugglega verið að plotta eitthvað en maður svona svo kannski daginn eftir heyrðu, þetta er nú bara eitthvað stjórnlaust kaos og það veit enginn hvað hann er að gera og menn gera bara eitthvað. Þannig að þetta er mjög óþægileg staða og veldur þessum Trump-kvíða sem að hrjáir til dæmis alla Evrópubúa í dag. Opna fartölvuna. En kaos er klárlega markmiði líka. Já, það er að gera alla kolringlaða og láta engan allt í nú allir vera svona dofnir fyrir Trumpismannum og þú veist þannig að við verðum alveg dofin bara 100% tolla 200 watt. Þú veist og við bara og það er stefnan. Það er að gera okkur eitthvað dofin fyrir einhverjum, hann er hryðjuverkamaðurinn. En líka einhvern veginn ekki Muhammad. Hann krossar oft sjálfan sig, hann segir eitt og svo segir hann eitthvað annað þannig að hann talar úr svo mörgum áttum á sama tíma og það verður þegar maður er að reyna að ná utan þekkingu, þá er það svo svolítið erfitt þegar sama manneskjan talar milljón áttum og maður er bara að byrja hvað sagði Trump? Þannig að hann er náttúrulega notar þetta aðferðafræði gaslýsing bara alveg statt og stöðut, þannig að maður fer að hugsa að maður sé stöðut að misminna þar sem maður er búin að vera að lesa. Hann er farin að ásaka Evrópubúa fyrir að vera óprútna, Evrópusambandið fyrir að leggja tolla en upphaflega var það auðvitað hans sem byrjaði. Þannig að hann er svona, þannig að hann minnir náttúrulega svolítið ofta á krakka sem að byrjar en tekur aldrei ábyrgð. En við eigum að vanmeta hann á þann hátt. Ég held að það sé hluta af stefnunni. Og þegar hann segir alltaf Evrópusambandið var stofnað til höfuðs Bandaríkjanna, það er rosalega óhugulegt. Já, veist, sérstaklega því að Bandaríkin lögðu nú alltaf mikla áherslu á að Evrópu inni saman og Evrópusambandið stofnað. Þannig að það er allt þvers og kruss og það sem ég held að líka sýti svolítið eftir er að í Bandaríkjunum gengur alltaf allt út á peninga. Það sem að mér finnst erfiðast að skilja núna, ég skil langtíma markmið á því að reyna að flytja aukin iðnaðinn í Bandaríkin og auka framleiðslu þar og gera Bandaríkin samkeppnishæfari. Maður skilur það til lengri tíma. En það er alveg ljóst að hlutabréfamarkaðurinn í Bandaríkjunum í augnablikinu er bara á skjálftavaktinni og er á hraðri niðurleið og við erum að tala um gríðarlega hagsmuni. Það er líka verið tala lengi um það að stór tæknifyrirtæki, svo stærstu tæknifyrirtækin í Bandaríkjunum séu svona bóludrifin. Þetta sé svolítið mikið svona væntingar hagnaður eða vænting. Mjög hátt verðmat á þeim öllum. Mjög hátt verðmat. Stóru. Ég bara einmitt sá tölunum daginn þar sem að vera að bera saman verðmatið á Tesla og Toyota og svo að fara að skoða munið þá var 10 sinnum fleiri bílar sem voru seldir á Toyota en samt var verðlagningin á fyrirtækinu miklu lægri. Þannig að það eru alls konar svona skrýtnir hlutir þarna í gangi og það er eiginlega það sem ég sé ekki alveg vegna þess að ég hefði haldið að þetta væri nú það sem Bandaríkjamenn væri svona viðkvæmasti fyrir. Það eru mjög viðkvæmir fyrir sveiflum og hlutabréfamarkaði vegna þess að til dæmis eftirlauna fólk er oft bara beintengt í. Á Íslandi þegar það verður fall í kaupöllinni að þá skerðast eftirlaunin okkar einhvers staðar djúpt inn í framtíðinni að því að lífeyrissjóður með það. En þetta er mjög, því að maður geti haldið að þetta væri bara eitthvað svona mælikvarði og ég meina alveg mér sama átt einhverju kapitalistar tapi í þessum matador sem eru að spila. En þetta hefur mikil áhrif beint inn í Bandaríkin mjög fljótt. Það gerir það og þess vegna finnst mér, og þetta er líka svo ólíkt Þetta er ólíkt Bandaríkjamönnum og þá sérstaklega republikunum að vera að ganga svona til verks ef við gleymum öllu þessari svona geopólitík og hugsaum bara hlutabréfamarkað og gott og vel væri ekki hægt að fara aðra leiðir til þess að ná sömu markmiðum, að auka framleiðslu innanlands, draga úr innflutningi og öllu því sem að Trump talar en þetta er sjokkmeðferð sem hann er að gera
og það finnst mér einhvern veginn að vera algjörlega úr takti við bara Það er bandarísku sem að hugmyndafræðina. Bibi segir að það sé tilgangurinn að hafa kaos. Já, og kannski, en það er náttúrulega, þarna eru í stjórninni eigendur. Auðvitað getur vel verið að í ríkisstjórninni séu menn sem að hafa því hagsmuni að lækka hlutabréf og séu búinir að taka sér stöðu einhvern veginn. Þannig að maður auðvitað þekki það ekki eða veit ekki hvernig það getur verið. En maður getur ímyndað sér alls konar útfærslur á því sem maður getur komið mönnum sér vel. Geir Haarde var í útvarpinu bara í vikunni að segja að það var ekkert vit í þessu tollarugli öllu sem hann frá Trump og tollastríð valdi því bara að allir tapi og þannig að hann sér engan hann er náttúrulega hægri maður og hann sér engan tilgangi svo sér ekkert nema bara að það sé verið að skapa glundróða sem á að byggja eitthvað úr þessum glundróða. Sólvaldur Gylfason var hérna og sagði að þú getur ekki fundið neinn hagfræðing í heiminum sem að mælir með tollastríði. Þetta er partur af þessari einangrunarstefnu að bandarískur iðnaður eflum hann, en þetta er svona virðist vera verulega vanhugsað og svona hann hefur kannski ekki alveg að einhvern veginn hugsa þetta til fulls, virðist vera. Ég er bara svo hrædd þetta sé ekki vanhugsað. Ég held þetta sé bara eitthvað bara hræðilegt partí. Þarna komum við að þessari sveiflu sko, að einn daginn finnst mann þetta sé algjörlega vanhugsað og kaotískt og svo kannski daginn eftir maður alltaf að hugsa plottið sko, jú, það er eitthvað djúpt þarna bakvið. En við erum dæmt til þess að vera veltaði fyrir okkur Vilborg, hvað heldur að Trump vilji? Ég held að hann veit ekkert alltaf heldur sjálfur. Þannig að ég held að... maður. Já, en ég meina, ég til dæmis skil, maður er að pæla í Trump, ég með Elon Musk, mér finnst það bara líka varandi hlutabréfin hans og bíla, ég meina það er að hrynja salan og rafbílunum hans, maður skilur ekki hann. Trump keypti 3 eða ekki, til þess að örfa söluna. Þannig að maður skilur ekki alveg hvert hann er, það samband líka finnst mér óbúslega skrítið samband, sko. Og ég held bara... Sonur sem ég vildi að ég hefði eignast, eitthvað svoleiðis. Mér finnst svo skrítið að hann sé ekki búinn einhvern veginn af því að Musk hefur verið að fá svo mikil völd og verið einhvern veginn stóru svo mikið athygli. Ég hefði haldið einhvern veginn að þetta var eitthvað sem Trump vildi ekki sko, að einhver annar fengi að vera aðal. Hann lítur ekki, ég held að hann sé bara meira hinn svona efli röddböndin hjá honum. Það er ekki að hann líti á hann hinn sem aðal. Hann lítur auðvitað sjálfa sig sem aðal. Hann lítur á hann sem sidekick og það er svolítið að því að Trump alltaf vilja vera ríkur. Og svona mjög deilt um það hvort hann sé ríkur. En hann er með ríkasta mann í heimi sem svona eins og kjölduraka. Já, og ég held að það sé meira þannig. Mér finnst það miklu meira að hinn er eins og kjölduraki og eru svona skósveinn. Ég sé hann miklu meira sem slíkan, sko. Það er svo mikil völd sem forseti Bandaríkjanna hefur. Hann getur haft sko ríkasta mann í heimi sem svona það er líka áhugavert sko að Bandaríkjanna alltaf verið svona ótrúlega mikið lobbyista þingið einhvern veginn fullt af lobbyistum sem að eru með puttan í öll einhvern veginn, nú eru komin alveg beina einhvern veginn ráðherrar og helstu ráðgjafar og það var náttúrulega þessi sparnaðarstofnun og hún virtist fá bara ótakmarka völd en svo virtist þeirra sem að hinir ráðherrarnir hafi fengið upp í kóka af Musk sko, þannig að hann sé loksins svona að dempa það eitthvað, Trump. Þetta er mjög svona, þetta er svo mikið Sko ég veit... Rugla, maður veit ekkert hvernig það spilast út. Nei, akkurat. Ég veit að það er fullt af vitlausu fólki til í heiminum og sumt á því að sammála einhverja vitlausu og eitthvað, en ég trúi því bara ekki að þetta sé jafn vitlaust og þetta lítur út fyrir að vera. Stundum við sagt að þetta sé verið að endurtaka söguna eins og til þess að vera að henda fólki úr landi og allt í einu transfólk ekki með einn borgarlegu réttindi. Þetta minnir á bara 1984 í Þýskalandi og því að örugglega lesið bækur eða séð svona þáttaraðir elítuna sem var að stjórna Þýskalandi á þessu tíma og það var alveg sko rakið samansafn af imbum. Já, ég held að alveg, þú veist, ótrúlega illa gerðu fólki fullt af einhverjum svona óuppgerðum persónulegum krankleikum. En skiptir líka öllu máli hvort að partíið sér úthugsað eða hvort það sé bara í gangi. Hver er munurinn alltaf? Þetta er úthugsað því leyti að þau eru einhvern veginn sammála einhvern veginn þetta swing. Kannski vita þau ekkert alveg hvert þau eru að fara, en þau eru að fara til helvítis. Það vilja bara eitthvað annað. En ég meina, niðurstaðan er kannski alltaf svo sama. Ég meina, ef einhver gerir einhver úthugsað, alveg sem maður er bara að spila eitthvað borðspil, maður gerir kannski eitthvað plott, úthugsar það, þá lendir maður samt kannski á sama reitnum. Þannig að kannski skiptir ekki öllu máli hvort að Trump sé úthugsaður eða rosa klár eða rosa vitlaus. Það skiptir mestu máli að hann er mjög aktífur. Hann er búin að fatta þetta. Lestin skiptir engu máli hvað maður gerir, bara ef maður heldur upp í kaosi. Já, en ég var nú líka að hugsa, þú veist, að ríkt fólk, það að halla sér upp að þú getur verið svona einhver demokrati, þú veist, það er alls konar old money, new money, eitthvað, þú veist, í Bandaríkjunum, en þegar, þú veist,
eitthvað illt eða vont eða ógeðslegt plott eða hvað sem það ef eitthvað stefnir að því að þú eigir eftir að græða meiri peninga, þá virðast þau öll hallast í sömu átt. Já. Þannig að það kannski það sem verið að... eins og í Þýskalandi. Já, en það auðvitað, eins og þú komst inn á áðan það náttúrulega hann má líka segja að það sé einn möguleiki í stöðunni að þarna var auðvitað lagður fram á ákveðinn pappír sem að vísu Trump kannaðist ekki við fyrir kosningar sem þetta Project 2025 og þar mikið af þessu mjög nákvæmlega útlistað og í sjálfu sér getur vel verið að þarna sé bara komin pólitíkus sem ætla að standa það sem maður sagði og þá fólk bara að skoða það og hugsa þetta skynsamleg leið að markinu eða þetta kannski skelfileg leið að markinu og það einn möguleiki í stöðunni eins og með niðurskurðun og annað slíkt. Það svolítið bara í anda þess sem hann var búinn að segja. Á fyrir kjörtímabilinu, algjörlega. Algjörlega bara að halda þessu fram, þannig að það ekki að koma inn með óvart, en það virðist vera að kannski bara fólk svo óvant í að pólitíkusgrafnir standi við þetta, að það komi öllum mest á óvart að þarna sé bara að vera að fara til einhver plani sem var búið að segja öllum að það yrði farið eftir. En líka þegar hann fíleldur. Ég meina, hann var miklu meira, þú veist, ennþá í sjónvarpsfílingnum og í gríninu og svona, og þetta eimir ennþá af svona leikhústöktum þar þegar hann var til dæmis þegar hann að tala við Úkraínu fórseta, þá maður alltaf bara að horfa á okkur leikhúsfárleikans. Þannig að það eimir svo sem ennþá eftir að því, en mér finnst eins og hann sé nú vill hann láta verkin tala. Hann áttar sig að gjörðir eru það sem skapar fólk. Það sér eftir ýmsu sem hann hefði viljað gera. Já, ég fæ það, og hann alveg miklu markvissari og búinn að fá svona markvissari í ómarkvissunni. Gagnrýni á hann nýtur mikil stuðnings í Bandaríkjunum. Ég veit ekki á hverju ég var að tekka þessu, en ég sá að var hérna svona approval rating, var held í 48%. Keir Starmer með 16%. Ég held Macron eitthvað starf í 12%, held ég. Já, ég meina hann hefur vísu verið að þetta bara vinsalasti þjóðhöfðingi okkar heimsluta. Sem nýtur mestan stuðning sinnar þjóðar. Pælið í því hann sé vinsæll með þetta sem hann að gerast núna. Það sem kemur mér mest á óvart í þessu öllu saman, að því að síðast þegar hann var kosinn þá einmitt bladraði hann bara rosa mikið og lítið gerðist, svona allavega svona ókveikjandi og á svona beinum level. Og fekk COVID, það svona, hann fekk svolítið... Já, hann var að kannski hæða eins á honum. Hann fekk skip í síðuna svolítið. Já, hann reyndi að segja fólk að drekka bara klórið eitthvað, það virka ekki. En að núna sem sagt... það sem mér finnst bara hræðilegt hann hafi svona mikil völd að hann getur bara komið eitthvað á Truth Social og sagt bara eitthvað og þá bara gerist það og það bara hann hafi þessi völd Bandaríkjaforseti og þeir verða náttúrulega bara endurskoða þessa stjórnarskrá eftir heimsstyrjöldina. Þingið bara hálf lamað og kemur ekkert frá þinginu í Bandaríkjunum bara ekki neitt. Það núna fjármálaáætlun sem þarf að samþykkja held ég í nótt eða eitthvað sem að veltur á því að demókratar samþykki. En svo áhugavert lestin á RÚV hefur verið með áhugaverða þætti sem heita Konungsinnar í Kísildal. Þar verið að fjalla um Peter Thiel sem hefur verið öflugur þar. Að Trump sé í rauninni bara svona verkfæri eða hann hefði ekkert skipt henni máli hvort að hann hefði komið að eða hvort að einhver annar en þeirra hafa verið að dæla ákveðnir aðal peningum í J.D. Vance og Trump og þeirra herrferðir og að markmiði sé að Bandaríkjunum verið rekin eins og fyrirtæki með forstjóra sem að sé konungur innan gæsalappa. Þeir upplifa að þeirra konungsveldi séu svo stórkostleg. Já, og að lýðræði virki ekki og mentað einveldi heila. Já, og það sé loka. Þetta er bara peningalega verðleikandi með ríkasti lítur að vera klárastur. Hann ætti bara að stjórna öllu. Ekki alltaf þú að taka ákvarðanir. God forbid. Það er að hlusta á þig. Er þetta ekki bara þannig? Það er mjög áhugaverðar kenningar allavega og áhugavert að sjá hvað hann hefur styrt allavega J.D. Vance mikið og hvað hann hefur líka skipt mikið skoðun frá því að hann kom fyrst fram allavega til dæmis Trump og aðra hluti sko. Kannski bara Singapúr fyrirmyndin. Þar sem að fyrirtækja eigendur hafa mikið að segja bara reksturinn á ríkinu, þetta miklu minna og allt það, en þetta svona, það allavega gríðarlegt auðræði í gangi þarna og maður sér einhvern veginn að samaburðurinn á verðmæti þeirra sem sitja núna í ríkisstjórninni í Washington og þeirri síðustu, það voru 350 milljarðar bandaríkjadollara
það síðasta stjórn var helviti rík líka sko, en hún komst samt ekki sko í þriðjung eða eitthvað svoleiðis. Ég held að þessi sé kringum 500 eitthvað svoleiðis og hinn 100 eða eitthvað, en þetta náttúrulega eitthvað sem að held ég önnur lönd bara þekk ekki, þetta svo óbúslega peningar. En ég tala við fólk hérna á rauðaborði og öllu finnst Trump bara voðalega vitlaus. En hann samt í valdamesta embætti í heiminum og hann að breyta heiminum meira heldur en að nokkur hefur gert mína tíð. Hann bara að breyta Evrópu og hann og þá maður velta fyrir sig, ef hann svona vitlaus, af hverju virkaði ekki eitthvað svona gagnrýni á hann, og ég sá þetta einhvern veginn fyrir mér að það að benda á keisarinn nakinn, en ef keisarinn segir eitthvað, og hvað? Má ekki vera nakinn eða hvað? Það heldur bara áfram. Hann alveg sama, það aldrei að segja hann sé svona og hann sé hinsinn og hann sé bara, já, og hvað? Gagnrýnin hefur bara verið eitthvað appisnigaulir, blebla, hann hefur verið vanmetinn og það bara mjög hættulegt. Þessi saga að barnið sem benti á að keisari verið nakinn bara eitthvað, hvaða skver barn var þetta? Má hann ekki vera nakinn kóngurinn? Hvað er þetta? En svo var demókratar líka verið einhvern veginn algjörlega, þetta hefur verið svo léleg framistæða hjá þeim sko einhvern veginn núna bara og mjög vitlust taktík gagnvart lengi mjög lengi. Og hefur bara valdeldan með öllu því sem þeirra væri að gera síðustu árin. En valdeflingin ekkert bara innan Bandaríkjanna. Ég meina, það að fæðast hérna daglega trumpistar bara á Íslandi. Og við erum að tala um hann. Já, þannig að við erum bæði að tala um hann og hann verður til og maður alltaf að bjóða hann inn í stofuna hjá sér. En það ekki bara það er bara ungt fólk sem bara finnst gaman að hlusta á hann. Þetta valdsamlega rödd og þetta rödd sem að sé þig. Það alltaf verið að tala við þig. Þannig að hann kann auðvitað alls konar kennskubrögð held ég frá sjónvarpssíðunum og fleira. Þannig að ég held að sé ómikil einföldun að segja bara hann sé vitlaus. Það hjálpar mér ekki neitt sem túlkun. Það bara svolítið, við þurfum að fara dýpra til þess að greina mannin og ef hann til dæmis búin að breyta svona mikið heiminum sem raun ber vitni, þá þurfum við að koma betri túlkanir. Takk hann alvarlega. Og þetta, hann talar til fólk sem í rauninni svona utangátta og utanveltu, þú veist, allt þetta fólk sem var ekki ávarpað á sér. Já, sem var bara eitthvað, býttu hvað, hverju þarf að vera trans og eitthvað, þú veist, þetta fólk allt í einu fær eitthvað uppreist æru. Alls konar fólk sem einhvern veginn var ekki tekið tillit til í umræðunni, af því það bara skammast einu og þegiðu. Af því að fólk hefur rangt fyrir sér og það rangt approach. Við verðum að ræða saman og við megum ekki alltaf koma svona fram við aðra skoðanir að við bara sláum þar út á borðinu með einhverjum dónaskap. Við þurfum að taka hlutina til betri umræðu og til þess að valda ekki svona klofningi. En svo finnst mér alveg, þú veist, þó það sé kannski ekki beinlínis tilgangurinn, að þessi tollar, mér finnst rosalega skrítið að á Íslandi allir séu bara að borða hádegismat avokado, þú veist, að við séum algjörlega aftengt bara svæðisbundnu matvælum, allir hlutir að þú ert að borða núðlu frá Tælandi og svona, að þetta ekki gott sjálfbært og á endanum, ég meina að hægja eins á því að láta endalaus vörur ferðast margsinnis heiminn, á endanum þetta náttúrulega miklu betra fyrir umhverfið, talandi umhverfismál sem að virðast ekki mikið áverpuð undanfarið. Það er ósýnilegu kostnaður sem að framleiðandinn og söluaðilinn borga ekki. Já. Ég 100% sammála þér, við ættum kannski að fara að borða máva. Já, það ágætis pæling. En ég held að sko að þetta auðvitað eins og heimsmyndin hefur verið, þá eru náttúrulega allir háður öllum og ég meina Evrópa er háð Bandaríkjunum og öfugt og þetta allt þess og kruss og menn geta auðvitað kannski hort meira heim til sín og reynt að framleiða meira og auka hagvöxt innan hvers svæðis eða lands eða hvernig sem við lítum á það. En ég einhvern veginn sko... Nú tala um þessu öryggisatriði líka? Já, ég meina þetta öryggisatriði en ég meina það komið miklu lengra. Nú fólk fara að tala um það, ég meina eins og Evrópubúar, þeir eru ekki búin að gera neitt annað en að kaupa amerísk vopn núna í áratugi. Og ég meina hvað ef að Bandaríkjamenn eru allt í einu orðnir óvinnurinn, ætla menn þá að fara á ráðastofum með F-35 þotum frá Bandaríkjunum og fá uppfæslu frá Lockheed Martin í Bandaríkjunum. Það er alls konar svona umræði í gangi í Evrópu. Vegna þess að Evrópumenn eru að upplifa það núna allt í einu að hafa svolítið treyst bara í blindni og svo bara breytta forsendur og hvað ætlaði að gera við því? Nema frakkar að vísu. Þeir eru mjög uppteknir af því að hafa aldrei keypt neitt amerískt. Við ættum kannski að fara að gefa þá meira ódýrara rafmagn til garðyrkjubænda heldur en álfyrirtækjana sem að getur lent í tollum. Það er svo annað og bara mjög löng umræða og löngu tímabært að breyta því
og bara auka þar í. Þetta kjörið tækifæri. Já, og bara fæðuöryggi. Og þetta snýst heldur ekki bara hagvöxt, það sem maður gleymir svo oft. Þetta snýst náttúruna og lesa í umhverfið. Bara náttúran ekki til að skera, til að flytja endalausar vörur. Hvað ert að gera? Þú ert að flytja efni á milli staða. Hvað eru matvæli? Þannig að ég held að við þurfum bara að hægja á okkur. Ég meina, það ekkert eðlilegt að fólk sé endalaust að ferðast endalangan heiminn. Ég meina, loftslagsbreytingar hafa ekkert farið, þeir hafa ekkert yfirgefið okkur. Nei, og við erum að borða lífrænt þurrkað mango frá einhvers staðar í Afríku sem pakkað í Hollandi og síðan, þú veist, settir límiðar á pakkana í Danmörku og svo erum við að borða þetta og halda við sem að styðja einhvern veginn eitthvað náttúru. Já, rétt. Já, eins og þú veist að því að það veit enginn hvað hann á að gera. En auðvitað allur þessi flutningur gríðarlega mengandi. Og það tengist aftur, þú ert að borða eitthvað ímynd. Það rosa flott að borða avocado toast á kaffihúsi af því það svona flott og við myndum eitthvað svona grænkera stemmingu. Það ekki smart í Kaliforníu og við lifum í amerískum menningu, þess að það ekki okkur smart. En þið hefum ekki að borða þurrka mango, við hefum bara að borða harfisk. Það að segja það? Já, harfiskur það sjálfsögðu bara harfiskur náttúrulega þyngdar sinna verið í gulli, í raunverulega. Ég held að bara við hefum að vera tengdara eigin umhverfi og bara hægja á heiminum. Við sáum þetta með COVID, þegar fólk hægði á sér, var aðeins tengdara staðnum. Við erum alltaf á svona mörgum stöðum á sama tíma og ég held að það sé bara ekki eins og gott fyrir bara líkama fólks. Líka ekki gott fyrir matvæli sem eru framleidd til þess að þola flutninga þvert yfir heiminn og að vera lengi í einhverjum heillum stórmarkaðna. Það ekki góð matur, það betra að geta sótt hann stutt. Já. En við getum allavega að hugga okkur við það, alveg sama hvað Trump okkar heldur fram og hvaða skoðanir hann hefur og hvaða stefnu hann mun taka, þá mun það ekki hafa neinn áhrif á það að á loftslagslínun og annað slíkt. Það mun bara einfaldlega ekki jörðin og heimurinn ekki að fara að hlusta á hann og taka eitthvað tillit til skoðana hans eða hvort að hann ætla að gera A eða B. Nei, þetta það miklu stærra. Já, en ég að segja, það stundum, ef maður á tilfinningunni, þegar maður verið að hlusta á orðræðina, var til dæmis hlýnun jarðar og annað slíkt, loftslagsbreytingar, að þá hefur maður stundum haft á tilfinningunni að fólki sem í kringum hann trúið raunverulega, ef það bara nógu mikið á móti loftslagslínum, þá munum bara stöðvast. Já. Þetta sé bara einhvern veginn að þú hafir þetta í hendir náttúruna, það náttúrulega bara alls ekki þannig. Við þekkjum þetta vel hérna á Íslandi, við höfum enga stjórn á náttúrunni. En jörðin getur hent sín og útrýmt mannkyninu út á Trump. En það náttúrulega hver sögumar. Hún þarf ekki á manninum alltaf, jörðin. Nei. Alls ekki. En það náttúrulega líka út af því að... Það eiginlega betur sett án hans. Algjörlega. Það voru að hvísla. Við erum svona ágeng framandi tegund hvað jörðina varðar. Grænlendingar voru að kjósa. Það var flokkur sem var svona, svolítið til í að skoða eitthvað tengsl við Bandaríkin, fekk eitthvað 20%. Og svo var annar flokkur sem voru miklar sveiflur. Ég sá svona umræður þetta, einhvern veginn hvað svona sjóðirnis hugmyndir Grænland og ég var eitthvað að pröfa að segja eitthvað, þetta ekki bara eðlilegt að fólk horfi kannski til Alaska og þar fær fólk það er svona þjóðarsjóður þar, þannig að fólk fær sendt svona örlítinn hluta af arðinum sem við fáum til þess ekki og fiskveiðiauðlindinni. Og það geta einhver grænlendingur sagt, ég minna þetta ekki bara, það ekki að því að vera hluta af Bandaríkjunum. Kannski eftir við bara hluta af Bandaríkjunum. Við erum búin að vera það svolítið. Já, ég ætlum að segja það, því að Trump misti núna út úr sér Ísland. Nú? Já. Var það einhver sem sagði það? Nei, það var einhver sem sagði það. Það var einhver sem misti út þessu og var greinilega ruglað til sama Grænland og Ísland. Í einhverjum íþróttaviðburði. Ísland á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna. Og Bandaríkjamenn telja sig löngu vera búin að afgreiða Ísland og það sé ekkert vesen, sko. Það er nefnilega málið. Þeir hafa í rauninni allt sem þeir þurfa og hafa alltaf fengið allt sem þeir vilja. Eru þeir ekki líka með herstöð samt á Grænlandi? Jú, við erum í túl, alveg risastóra. Það hafa alltaf getað fengið allt sem við beðum. Já, þannig að þú veist, það verðist ekki vera. Það er engin fyrirstaði. Það sem ég finnst áhugaverðustu kosningarnar á Grænlandi var þetta sem að fréttarittari, ég man ekki hvort það var RÚV, var að segja að þar var ekki neinn skoðanakönnun. Nei, akkurat. Þannig að það vissir engin hvernig kosningarnar færu nema að í grunnskólanum, hvort það var í Núk, einhvers staðar, þar var svona kosninga undan meðal nemenda. Og þær kosningar lögðust bara nákvæmlega eins og kosningarna lögðust. Þannig að það er bara mjög einföld leið til skoðanakönnur og mjög ódýrt. Það spurt, þá heldur að pabbiðin og mamma ætla að kjósa. Já, og þetta bara lagðist eiginlega eins og úrslit kosningarna. Þetta er svo njósna inn á heimilin. Já, það var skemmtileg aðferð. Síðast hérna á Íslandi þá var það mitt ekki takt við niðurstöðuna, held ég að miðflokkurinn og VG hafi verið hver sterkust. En það var tveir
tveir svona vinstriflokkar sem að hafa verið svona hvað leiðandi sem að töpuðu miklu. Já, sem hefðu verið í stjórn. Í svona lentu í 3. og 4. sæti og mistu held ég 4. og 5. sæti stið helming og svona viðreisnarlegur flokkur sem að bar sigur á bítum og stærstur og verður vantarlega með stjórnarmyndunar umboð. En nú fólk velta fyrir sér framtíð Grænlands og samt svona, ég held að ég vilji helst losna einhvern veginn frá Danmörku. Samt eru efasemdir meðal Grænlendinga að þeir geti raunverulega haldið upp í sjálfstæði í þessu stóra landi, 55.000 eða hvað þeir eru. Og svo eru þeir náttúrulega á skilgreindu áhrifastöðu Bandaríkjanna, en þeir hafa raunverulega ekki, ég meina það verið eiginlega bara blekking að halda því fram að þeir væru með sjálfstæði utanríkismálum. Þeir eru náttúrulega alls ekki sjálfum sér nægir heldur, þeir eru mjög upp á Danina komnir. Ef við myndum til þess að gera samningu Kínverja um að reisa höfn, það er bara stoppað. Haldið að við séum með svipaða stöðu, að kannski látum við svolítið eins og við séum sjálfstæð? Ég held að við séum miklu nær Grænlandi heldur en við viljum þykjast. Ótti okkar við svona að vera nýlenda og blekkingar að við séum ekki nýlenda. Við eigum líkari sögu heldur en við höldum, eða þú veist viðkennum Grænlendingar og Íslendingar. Þannig að ég held að oft við vilja aðskilja okkur frá Grænlandi og Færeyjum af því að við vilja látist vera betri og sjálfstæðari og merkilegri og nú hafa svo margir áhuga á Grænlandi og þá alltaf höfum við rosa mikið áhuga á Grænlandi, við sveiflum svolítið sem sýnir bara hvað við erum svona smáríki og Grænlandi náttúrulega þegar maður skoðar það, þetta er náttúrulega ekkert smá landflæmi og náttúrulega og það var tímaspursmál hvenær það myndi rata mikið í umræðuna, þetta er bæði stórt land og bara hvar það er á landakortinu, jarðfræðilega rosalega bara auðugt af alls konar efnum, þannig að þetta var bara tímaspursmál held ég og ef að Trump hefði ekki talað þetta þá bara næsti sko. Ég held að hann sé svo sem ekkert þarna einnum sko að áfæðast þetta land sko. Lönd að því að við erum með Úkraínustríðið þarna. Ég bara velta að vera með lönd sem eru á skilgreindu áhrifasvæði stórvelda og það eru stórveldi sem skilgreindu áhrifasvæði. Hvort þið séu raunverulega sjálfstæð sko? Eru við að? Hvort þið séu raunverulega sjálfstæð sko? Já, það er nefnilega... En svo Úkraína lendir í því þegar þeir segja við viljum gangi í NATO og þá bara kemur stórveldi og stígur á það. Já, og eru svona, þú veist... Eru við þar, eða? Við erum alltaf eitthvað smá kultúrakkar. Það er hvati að Íslendingar endur sko öryggistefnu sína, ég er að reyna að gera það hérna. Já, ég bara tek alveg sko, ef við bara rifjum aðeins upp fyrir svolítið árum aftur í tíma, þá var nú mikið talað þegar að belti og braut verkefni Kína var upp á sitt besta og þeir seildist til áhrifa hérna á Íslandi og það var mjög alltaf að rifja bara upp þá umræðu sem var þá. Pompeo kom fljúandi hérna, utanríkisráðherra Trump og slökkti á því. Nákvæmlega og þannig að það var ekki vel séð. Hins vegar í svona sögulegu höfum við líka átt í ágæti samskiptum við Rússa alla tíð og þeir hafa svo sem ekki gert okkur neitt. Við keyrðum hérna á lötum, ríðguðu svolítið hratt en að reyti, gaman að keyra það manni. Lata sport, frábæri bílar. Þá finnst mér rosa skrítið að þeir lokuðu sendiráðuneytinu. Ennþá bara, þetta var gert án allra umræðu, taldi að vera fljótfær. Þetta var svolítið fljótfær. Þetta var líka því að diplómasía skiptir máli. Alveg sama, þú veist, það við getum ekki að henda öllum út úr herberginu sem að bara okkur finnst vera leiðilegir. En svo líka bara með fólk sem er frá Rússlandi að geta leitað í sendiráð. Já. Þú veist, þú getur verið að spyrja spurninga og þú ert ekkert endilega pútinisti en þú verður að geta leitað í áttina landinu. Þetta er bara ták fyrir landið inn í öðru landi. Það er bara mjög ólýðræðislegt. Já, þetta var mjög skrítið. Og það er alltaf líka þessi miklu viðskiptahagsmunir Íslendinga í rauninni með fiskafurðir og annað sem við höfum verið að versla við Rússland. Það var mjög mikið. Við settum á viðskiptabann, við slökktum á því. Ég er að segja það og það valdi, það er ekki allir ánægðir með það á Íslandi sko. Til að styðja Úkraínu, þannig að það var gert af átökurum. Já, en þú veist, þetta skaðar Ísland. Færeyingarnir vildu það ekki, fóru ekki í viðskiptabann, vegna þess að þeir höfðu svo mikla hagsmuni að hafa aðgangi að veiðum í Barentshafi. Já, en það má alltaf þessu á móti, sko. Mótrökin eru auðvitað vissulega skaða þetta hagsmuni Íslandika fjárhagslega. Og skaðaði örugglega ekkert Rússland. Nei, en við mögum ekki heldur gleyma því að það skaða líka hagsmuni smáríki eins og Íslands.
að stórveldi lappi bara inn í önnur ríki og takið því. Já, bara Já, þau gera það, en það er spurning hversu auðveldlega þau fara að því. Bandaríkin hafa gert það sko Já, mikil ósköp. Og þess að segja ég... Og eru þau sem að taka Grænland núna og... Já, Kanada, fyrst Kanada líka. Panama skurðinn og stundum dettu við í Pólínu einhvern veginn. En maður skilur ekki alveg sko, talandi Grænland, af því að, og Bandaríkin, að Bandaríkjamenn hafa hingað til haft afar góðan aðgang að Grænlandi varðandi varnarmál, þannig að það hefur aldrei verið vandamál, þetta er NATO og allt það. Þeir hafa líka haft ágætis aðgang að fjárfestingu þar í auðlindum landsins sem eru að vísu huldar í ísa miklu leyti en þá, en það er svona sér maður ekki heldur aftur alveg skynsemina Þetta er siglingaleið. Ákveður að vera að leggja undir þessi lönd sem að þú hefur fullan aðgang á og getur henni gert það sem þú vilt í. Þannig þá við bæðum Ísland og Grænland þegar Bandaríkinu annars verður. En er þetta ekki líka að Kína er þarna líka að veflast? Jú, en ég meina Kína er bara svo langt í burtu og það er ekki svo nærtækt að þeir séu komnir þarna með mikil áhrif. Ég held að þetta sé svolítið bara svona, maður verður að hugsa líka í myndlíkingum. Þannig að ég held að þetta sé oft svona, bara eins og sendi ráð, eru oft ták fyrir lönd og þú veist þegar fótboltalið eru að keppa, þá eru lönd að keppa. Þannig við verðum að hugsa svolítið í tákmyndum. Vissulega er Kína langt í burtu, en það er kannski hans nærri með höldum. Þannig að Bandaríkin fannst Kína mjög langt í burtu, fekk ódýrar vörur, made in China, svo allt í einu Kína orðið rosalega mikill óvinnurinn. Hvað gerðist þarna? Þeir eru bara eins og öflegir, þeir eru viðskipta bara framar stærsta hagkerfið og þá getur maður ekki lengur notað það þegar þetta er orðið stærri. Já. Kína er svo langt í burtu frá Norðurpólnum að Ólafur Ragnar Grímsson þurfti að skilgreina heimalægu fjöllin sem pól til þess að ná þeim inn í Arctic Circle. Það sýnir hvað hann er eiginlega stórkostlegur, hann er líka Trump Ísland með svona hugmyndaauki. Hann sá fyrir þessa svona alheimstaflina. En talandi umhverfisvernd, ég rak augun í grein, ég las hann ekki mjög vel, og ég las hann held ekki, en ég sá bara að nú halda einhverja loftslagsráðstefnu eins og var haldin hér í Brasilíu og þeir ætla að ryðja þar mikið af Amazon-skóginum til þess að búa til almennilegan flugvöll og einhverja hraðbrautir gegnum Amazon og það er allt til þess að allt fólkið sem hefur áhyggjur af umhverfismálum getur komið þarna á einkaþotunum yfir helgi. Ég skrifaði þetta er, jú, vissulega, en það er spurning hvort að þetta hefur verið í plönum lengi hjá þeim, víst. Og þetta er 13 km vegur, en þetta er samt svona, þetta er ekki gríðarlega umfangsmikil áhrif, en þetta er svona klífur skóginn hann í tvennt og en það er náttúrulega mjög írónískt að það sé verið að undirbúa hana loftslagsráðstefnu og eitt af stóru verkefnunum þar sé að ryðja hluta Amazonskógarins og svo er náttúrulega þessi stækkun flugvallarins sem er náttúrulega örugglega hafa greiðlega áhrif. Við getum tekið á móti 14 milljónum farþega í staðinn fyrir 7. Þannig að það er náttúrulega stóru umhverfisáhrifin í því sko, frekar en kannski vegurinn en hann hefur áhrif á lífríki og En líka bara allt þetta fólk mætir ekki á fund á þess að koma á einkaþotu og það finnst mér svolítið. Það er náttúrulega verið ítrekka bent á þetta að þú veist þetta er stundum svolítið hóluhljómur sko þegar að við að þeysast á einkaþotum til þess að ræða loftslagsáhrif. Já, það verður ekki heyrt sum. En að mótið talaði að gerist miklu meira í persónu heldur en í skjáheim, en maður veit svo mikið. En er ekki milljón dæmi í mannkynssögunni að fólk kýs að halda áfram á einhverju braut þótt að sé ljóst að það leiði til tortímingar? Það fer allt á hausinn á endanum eða ekki? Allt bara... Það fer allt illa, svona ég vil vera að segja. Já, tekur við. Þetta er svona óreiðukenning, sko. Það endar allt, sko, í frekar mikill óreiðu, sko. Það fer ekki úr óreiðinu í eitthvað mjög uppbyggt, sko. Nei, glös brotnaði, það er engar sögur um að þau... Límið saman aftur. En það er líka svona hugmyndunum okkar að við höfum stjórn. Við sem dýrategund höldum að við höfum fullkomna stjórn og líka hugmyndinu drasl eru stundum bara svolítið fyndnar, þú veist. Ef ég set mold hérna á borðið þá er þetta skítur, en ef hún er á jörðinni þá er hún í stjórn. Ef þú lagar til á skrifborðinu heima þá heldur þú að hafa stjórn þann daginn. Þannig að það er auðvitað blekkingaleikur líka, við höfum stjórn. Þannig að þú heldur að þú hefur stjórn og lendur einkaþotu eitthvað staðar í Amazonskóginum, ferðar ráðstöfnu, tekur kannski nokkra snittur, hlustar á erindi og flýgur svo heim. Þá upplifir að þú hafir svona við sömu, þetta er
Já, ég held að flotta laptop. Þú áttir mikilvægt erindi. Það hefur líka verið talað svo, og mér finnst það nú kannski ekki mikið verið rætt hérna á Íslandi, en það er svona þessi tvöfalda sko, annars vegar maðurinn hefur náttúrulega eflaust breytt heiminum og allt það og breytt auðvitað loftslaginu og fleira eins og við erum að ræðum hérna og hefur þá í rauninni mjög mikla trú á því að hann sé svona áhrifavaldur, hafi mikil áhrif á allt í heiminum, en jafnframt í hin áttina. Að ef hann hætti að gera eitthvað eða breyti einhverju eða gera eitthvað öðruvísi að þá muni það fixa jörðina. Það muni fixa þetta makrókerfi sem er ofboðslega flókið og ofboðslega stórt og við erum ofboðslega lítil og ómerkileg tegund á þessari jörðu og við höfum í rauninni sálegt að segja, við erum búin að vera til í nokkrar sekundur og erum í rauninni kannski bara eitthvað slys sem að hverfur síðan bara eins og allt annað. Þessun er Trump náttúrulega með Musk sem á að vera hugmyndur það að við getum reddað öllu, við getum fundið eitthvað upp og ef við bara söfnum saman einhverju svona þessum kláru gæjum að þá getum við líka leyst sko endalok heimsins. En þeir geta náttúrulega leyst þetta er eins og mennindi sem eru að keyra okkur í endalokum heimsins. Já, en þeir geta senkað endalokum heimsins með því að drepa helminginn af okkur eitthvað svona. Það getur vel verið að það sé planið. Ég hef alltaf séð að Elon Musk hugmyndir hans sé að koma sér til Mars og bara með ákveðna elítu og þar verði bara nýlanda á þessuna það sé plottið hans sko, frekar heldur en að skilja okkur. Heldur hann sé ekki seinasti maðurinn að fara á Mars, heldur hann sendi ekki alltaf aðra. Ég held að sé ekki sérstaklega hugrekkur. Eitt varðandi svona aukaatriði kannski inn í fréttunum að Mel Gibson, það var kona sem var rekin hérna sem var svona hvað heitir það, skilorðseftirlitskona sem að þarf að samþykkja það ef að dæmdir menn fái byssuleyfi aftur og það kom skyndilega inn umsókn frá Mel Gibson sem hafði verið dæmdur fyrir heimilisofbeldi 2011 og hún vildi ekki láta hann fá byssuleyfi af því að það er bara þannig að mesta ofbeldið er inn á heimilónum og sá sem að hefur verið staðinn að heimilisofbeldið er náttúrulega líklegri til þess að beita vopnum hvað annari manneskju heldur en eiginlega hvað sem er. Hvað eftir þetta með að hefði þið látið Mel Gibson fá byssuleyfi? Ég held að ég hef líka skrifað þetta á vísi.is. Ég las þetta nú einhvers staðar. Hvað hugsaðirðu Sko hann er náttúrulega í sérstakri sendinum Trump, Mel Gibson ásamt Sylvester Stallone og John Voight. Þeir eru fulltrúar hans sem er að laga Hollywood, Great but Troubled Place. Þetta er svo sjúkt. En svo náttúrulega, þau eru náttúrulega svara að þau eru búin að vera í svo miklu umfangsmiklum hagræðingar aðgerðum að þetta sé bara partur af þeim, að þetta hef ekki tengst því sko. En það er náttúrulega svona glittir svolítið hann ekki auðvelt að svara því þannig sko. En þetta er náttúrulega, og þetta er svona víða einhvern veginn að það séu svona persónulegi greiðar og rettingar einhvern veginn sem það er svona handbragð Trumps sem hefur alltaf verið það, svona snarraði eitthvað sem er svolítið stíllinn, verðt í klíkunni eftir ónáðinni, þá handtökum við og sendum við úr landi. Þetta er ríkið, það er ég óvinnir mínir eru óvinnir ríkisins, vinir mínir eru vinnir ríkisins, þú veit að fá þær byssuleyfi. Á sama tíma var Mel Gibson þarna með hvernig er að fixa Hollywood líka án þess að vera með byssu? Já, með Kash Patel sem er nýráðinn forstjóri FBI og hann var hann á UFC og þar var forstjóri UFC að lýsa yfir að þeir ætluðu í samstarf með FBI um að þjálfa bandaíþróttina sem að menna að bera eitthvað annað í húri. Þeir ætluðu að þjálfa FBI. Þetta er allt svona einhvern veginn, þetta er allt svona einhver Hollywood-væðing og svona þetta er endurtekning sögunar það er allt svart eða hvítt, vinur, óvinur. Já, þetta er mjög það er endurtekning sögunar sem farsi, við verðum þar. Já, alltaf ekki. Ok, herðu, það er talandi svona byssuleyfi og það er morð í Reykjavík. Tálbeita, svo er sýknudómur að manni sem að drap hjón á Neskustad var sýknaður vegna þess að hann var ósakafur. Sko, það er alltaf svolítið erfitt að ræða svona mál hérna við Rauðaborðið, en ef maður pælið í því að svona bókasöfnin eru full af sögum morð og okkur eru við svona erfiðleikum með að tala þetta. Við lifum í svo smáu samfélagi, þetta er nálægt okkur. En kannski eitt, það er náttúrulega með að það hafi tálbeitið aðgerð sko. Ég er náttúrulega vinnandi á svona fréttamili, þá koma náttúrulega alls konar sögur sko. Ég held að sé ekki ennþá búið að staðfesta það, að það hafi verið sko sagan og þannig að fljúa alls konar sögursögnir sem er ekkert gott endilega að fara að viðra. En þetta og svo á sama tíma voru þarna 3 eða 4 banaslys, bílslys. Þannig að búið að vera mjög svona
mjög þung vika sko. Og talaði hann að maður verður eiginlega að vísa í hérna Lenin fyrst maður hér við rauðborðið. Það talaði að sem að áratugir gerist ekkert og sem að vikur gerist heilir áratugir. En það magna hvað það kemur einhvern veginn í skorpum sko, svona einhvern veginn dynjaði mann einhvern veginn hryllingsfréttir sko. Þegar það gerist eitthvað svona hörmungar viðbrögð þá svona oft kemur í umræðina svona að það á að vera sönnun á einhverju en oft þetta náttúrulega svona frík viðbrögðir. En það samt sagt morðin á Neskaupstað að þar hafi kerfið brugðist að þetta veri maður sem að sannarlega átt að vera inn á stofnun. Mér finnst niðurstaða dómsins sína fram á að það sé þannig. Og hann verður það náttúrulega örugglega Nei, hann sé sannarlega alveg geðveikur og það átti ekki að vera að þvæla, hann átti að vera eitthvað undir læknishendur. Og það lá náttúrulega fyrir hann áður að hann hefði, það var búið ýmis svona varúðarmerki, hann hefði átt að vera ekki, ég veit ekki hvernig, þú veist, það er náttúrulega erfitt að fullrækna en hann svona virðist hafa þurft greinilega og mun þurfa úrræði sem að hann fekk ekki hann áður, sem leiddi til þessa. Sem eins og strákurinn eða maðurinn sem drap móður sína 2 mínútum eftir að hann var sleppt úr fangelsi. Það hefur líka verið umræða hryllilegt morð á Menningarnótt, þar sem að amma brotamannsins eða þann sem framdi verknaðinn hefur verið að lýsa að einhvern veginn ekki fengið neina þjónustu í kerfinu fyrir maður sem kannski átt aldrei séns einhver liti. Já, þannig að það gríðarlega sorglegt og mér finnst þetta bara ef eitthvað verið að sanna með öllum þessum áföllum að þá það náttúrulega bara við tökum ekki nógu fast utan fólk í vanda og mikið aðrana vanda og eins og þessi drengur á Menningarnótt greinilega einmitt átti aldrei séns bara örugglega mjög satt og hræðilegt bara. Mér finnst kannski varandi það sem komst þér á fyrst sko, mér finnst varandi sýknudóminn, mér finnst stundum svolítið brenna við sko þegar verið að tala sýknudóm yfir þeim sem eru ósakhæfir vegna geðveiki að það svolítið, mér finnst það alltaf pínulítið svona á vissan hátt, það er pínulítið einföldun vegna þess að þeir sem eru ósakhæfir, þeir eru í raun og veru dæmdi til dvalar á viðkomandi stofnun þangað til að þeim treyst af þá sérfræðingum þar til þess að vera út í samfélaginu og það getur verið í rauninni miklu harðari refsing heldur þú færð inn í fangelsi að því leytinu til að það getur fengið reynslulausn og annað slíkt sem ekki boðið þarna. Þannig að mér finnst það alltaf pínulítið svona skrítið þegar verið að tala sko sýknu. Jú, það er verið að sýkna þér að fangelsisdóm en það er eins og ekki verið að sýkna þér það að þú ert ekki í umferð. Skýrstæmi það til dæmis ofbeldismaðurinn sem var tekinn í tengslum við þessa tálbeitu aðgerð þarna er auðvitað strákur sem var eða maður sem var dæmdur í fangelsi 6 ára fangelsi fyrir hræðilegt ofbeldisbrot 2014, það ekki? Og hann þess að kominn út og búinn að fremja núna annað hræðilegt ofbeldisbrot sem enda náttúrulega með dauða og það dæmum læstur inn ótímabundið þá getur einhver læknir getur úrskurðað þig frjálsan en svo náttúrulega ég man eftir svona tilfinningu í fyrra það var svona þegar það var 8 sem að dóu í morðum og manndrapum það var svona tilfinning fyrir því að byrju erum við að missa þetta samfélagi eitthvað við veist að fólk taka þetta þannig að það bara kom alveg hvert reiðarslagið að fættur öðru. Já, þetta litar líka rosa mikið í kosningabaráttuna núna, þú veist, ég held að það hafi, eins og Viðreisn, færi þessa flottu kosningu af því þau meðal annars voru að ávarpa mikið geðræna vanda og það held ég að hafi aukið mikið þeirra fylgi. Þannig að það er alveg augljóst að það er eitthvað sem er ekki í lagi af því þetta svo mikið. Þetta þú ert með Trump-fréttir og svo ertu með þessa fréttir og þær eru bara, þeim ætlar ekki leina. Það er eitthvað ástæða fyrir því. Við getum ekki sagt að þetta spretti bara upp eins og gorgulur upp úr engu. En eitthvað að breytast? Því að ég man alltaf eftir Menningarnótt og þá nú var þjóðar átkvæmt að gera eitthvað sko. Svo eru við bara kortur í seinna með fréttir að börn eru með stuðla, það var líka það. Og ég meina, svo er eitthvað bara falsfréttir opnun á einhverju nýri stofu í aðdraganda kosninganna og svo allt inni kemur í ljós að börn eru bara geymd í einhverjum gleymdum fangaklefa í Hafnarfirði.
Ég held að það sem er Við bara hlúum ekki nógu vel að þetta eru gerfistofnanir og gerfi aðgerðir sem við gerum bæði fyrir börn í vanda og geðveikt fólk og fólk í vanda. Það er ekki hlúð nægilega vel að þessum hópi fólks, alls ekki. Og fólk sem hefur lent í alls konar áföllum og þannig að bara við þurfum eitthvað kerfi sem sinnir þessu fólki. Ég held að sé líka bara við þurfum að horfast í augu við að það bara vaxandi einmannakennd í heiminum. Félagslega einangrun og hún er ekki bara á Íslandi. Það er þessi hugmynd líka bara, ég meina, nýfrjálshyggjan, fólk tala stundum eins og nýfrjálshyggja sé liðin til lok, ég held það alls ekki og þú veist, ég meina, hvað sem margir búa einir og trúa því að það sé svo frábært að vera einn og vera bara einn alltaf, þannig að það er bara rosa mikið einmannakennd og bara geðrænt vandi og geðheilbrigðismál tengist auðvitað einsamt að vera ekki tengdur og það er ekki tilviljun, til dæmis eins og í Þýskalandi þá vissi ég að utangarðsfólk fekk borga fyrir að vera með gæludýr bara til að halda félagstengslum, það væri þá minna hættulegt sjálfum sér og öðrum. Þannig að manneskjur sem eru ekki tengdar neins þar og ekki félagstengsl eru bara rofin á mörgum köntum. Það er held ég svona, nýlundan er ekki veikar stofnanir eða að geðrænar áskorunir eða geðræn vandir sé eitthvað nýlunda. Heldur sé vaxandi einmannakennd og félagsmál. Það er óformlega samfélag á millum okkar að það sé að eyðileggjast. Já, en ég er sammála þessu, en ég held ekki, ég held að þetta sé hættulegt út af því að þarna getum við einmitt öll aðhyllst samtök eins og bara einhverja nínasista eða eitthvað, af því að þá tilheyrum við einhverjum félagskap og við förum að aðhyllast óholla umræðu á netinu, af því að þá erum við allt í einu finnum við okkur skoðanabræður og eitthvað svona, þú veist. Þess vegna er líka svona sveirum fyrir furðumenningu eins og bara tölvukærustur í Japan. Já, og þú getur hræðst inn í eitthvað bara djúpríkis eitthvað og kosið Trump og eitthvað. Það er mjög hættulegt með einsamdina, en það eru samt vantar þessar stofnanir á Íslandi. Auðvitað vantar þessar stofnanir, ég er ekki að segja það er ekki, en vaxandi einmannakennd, þessar stofnanir hafa verið lengi í lamasessi. Það er ekki eins og hafi alltaf bara, ég held að bara hafi aldrei verið eitthvað upp á hátindi eitthvað rosalega vel gert. Já, samt sko, nú er ég ekki mjög gamall maður, en samt mín upplifun, bara köld upplifun á heilbrigðiskerfinu á Íslandi, er að það hafi frá því að ég var bara ungum maður, að það hefði bara hægt og sígandi orðið verra. Þá er ég ekki að segja að fólk með flókna erfiða sjúkdóma sem er kannski hægt að lækna í dag, sem var ekki hægt að lækna fyrir 20 árum, það get ekki fengið bót meina sína. En þessi almenna heilbrigðisþjónusta, þetta að komast til læknis, fá aðstoð hjá geðlæknum og slíku, þetta er bara að verða svolítið fjarlægt. Og sérstaklega aðeins geðveikur. Já, ég meina... Þá er erfitt að sækja þjónustuna. Jú, og ég held bara, skilur, þetta er allt tengt. Ég meina, geðlækna þjónusta er bara einn hluta heilbrigðisþjónustunni. Og mér finnst þetta að vera bara mjög áberandi að ég bara upplifa líka bara með mig og með börnin mín að það er orðið erfiðar að sækja allir með heilbrigðisþjónustu núna með yngsta barnið mitt en var með elsta barnið mitt. Þannig að það er ekki eins og maður hafa tilfinningunni að þjónustan hafi verið að batna hægt og bítandi, heldur hún hafi verið að síga ógæfuliðina hægt og bítandi. Og ég held að séu mjög margir Íslendingar bara algjörlega sammála þessu og finna þetta á eigin skinni og sinni fjölskyldu á hverjum einasta degi. En á sama tíma þetta er svolítið svona þversagnakennt af því að ég held að margir tengja mitt við þessa upplifun, en á sama tíma er meiri held ég meðvitund og vitneskja alls konar geðræna vanda. Við erum með gulan dag, það er byrjað að tala sjálfsmorð, við erum með alls konar forvarnir sem voru ekki. Og fordómar hafa minnkað, sem er mjög jákvætt. En það er kannski meira svona að hafa verið að gerast í svona alls konar samtökum. En svo erum við líka með met að koma í vikunni tökum 3 meira svefntöflum heldur en næsti bær. Já, mjög áhugaverð umræða. Og við sláum alltaf metið í öllu þessu. Að sömuleyti þá erum við líka með meira inn í heilbrigðiskerfinu af svona mannsælu, kvíða eða svefntruflunum eða eitthvað slíku sem við erum að meðhöndla inn í heilbrigðiskerfinu heldur en eiginlega ef maður tekur þessi lyf sem eru kannski bara ein heimsókn og svo bara... En svo er líka bara svo mikið álag á heilbrigðisstarfsfólki sem stendur sér gríðarlega vel og ég meina eins og COVID, þú veist, ég meina þá var ég að tala við eina konu og hún var heimilislæknir og hún sagði bara já, svo kom heilsuvera í COVID og það bara bættist við. Ég er bara í sumarbústaðanum með fjölskyldunum minni að skrifa e-mail skilabóða á heilsuveru. Þeir eru komið snjallmenni, ég lenti því í vikunni.
og ég gafst upp á samtalinu við það því að ég fannst að ég þykist roka, mér fannst þið bara snjallmenni ekkert snjallt sko. Það skildi ekkert sem ég sagði. Það var mjög skemmtileg fréttsýn af einhvers staðar þar sem að var verið að spurningin var svo hvort að það var einhver sem hafði tjáðsögum það að Donald Trump væri þegar við vorum að tala um hann væri afsakið skulle að fara aftur í Trump hann væri það er regla þá þarf þetta að klára glasið hann væri á málum hjá Rússum eins og sagt var og Elon Musk brást ókvæða við þessu og skrifaði á X eða Twitter skulum við segja einhverja færslu og mótmælti þessu og þessi viðkomandi maður hann hafði semst farið og spurt þessara spurningar að því varst að tala um spjallmenni hann spurði gervigreind Juliu sem er gervigreinda fyrirtæki Elon Musks að þessu og gervigreindin kostar þeirri niðurstöðu að það væri 75% líkur á því að Trump væri handbendi Rússa og þetta var gervigreind Elon Musk sem að kosta þessari niðurstöðu þannig að gervigreind Elon Musk og Elon Musk voru algjörlega ósammála sínum mati í þessu máli á að vera niðurstöða maður veit ekki alveg hverju maður á að treysta en ég ætla að fá að koma eitt einslag varðandi að með kvíðan og allt þetta og allir eru að taka svefnlyf og við erum öll með ADHD og ýmsa kvilla og við fáum okkar plásara eða við lækna og svona því að við erum ekki raunverulega við erum ekki að fara að drepa einhvern eða við erum ekki þannig vansæl og þú veist fólkið í þessum aðstæðum fólkið sem þú veist búið að veltast á milli kerfa jafnvel með neysluvanda í geðrofi og allt þetta er gleymda fólkið algjörlega þó að reynist okkur eitthvað erfitt að ná einhvern lækni til að fá aðeins fleiri töflur eða fá greindan ADHD eða eitthvað ræðum kvíðan og opinberlega eitthvað svona við erum ekki að díla við alvöru vandamál eða húsnæði utan þann vandamál það er bara það fólk eiginlega bara utan borgarmúra það er ekki til það er að drepa út á mörkinni en varðandi svona að draga ályktanir út frá svona hörmungaratburðum að þú nefndir 3 dauðaslys í umferðinni samgöngur var að koma fram og taldi þetta veri ekki ástæða væri út af vondum vegum sem hefði verið mikið í umræðinni en það má vera það sé rétt ég bara að svona tengja við það svona búið að vera að skrifa mikið fréttur það að vegakerfið sé eiginlega ónýtt það mikið til í því við erum alltaf komundan veldri en óna það mitt hefur verið talað það sé mikil innviða skuld en þetta er líka kannski þú veist þetta var kannski ekki blæðandi malbygg nákvæmlega þannig eins og var fyrir einhverjum vikum síðan þar sem að festist allt malbyggju undan dekkjunum og var hæðilega hættulegt þetta er kannski ekki það en þetta eru samt rosalega þröngir vegir og lítið umferðaröryggi þegar það er mikil umferð þessa vegi og man er kannski ekkert eins og var kannski fyrir 15 árum þegar var einn og einn bíll að sníklast eitthvað staðar þetta er bara gríðarleg umferð á pínulitlum vegum það er við erum búin að fjölga alveg mörg þúsund ferðamenn og líka allir þessi trukkar að bara flytjast yfir allir strandsiglingarnir eru komnar upp á vegina og þetta snýst líka þjónust á vegunum söltun og allt þetta ég keyri nú talsveit mikið út á landi og fer mikið Vesturlandi og ég það eru lélegir vegir já, mér finnst það svo áhugavert að svona síðustu 20 ára þegar ég keyrti Vesturland þá hef ég svona upplifað það að hafa verið að setja bundið slitlag á nýja kafla nú er ég upplifað það að það er að fara bundið slitlag af nýjum köflum þannig að í hvers skipti sem ég keyri Vesturland þá er komið einhver nýr kafli sem er búið að fletta af bunda slitlaginu vegna þess að vegagerðin treystir sér ekki til þess að halda því nothæfu af því að það er hættulegra að hafa það á en að hafa bara malarveg og þetta er svona þarna er við raunverulega að fara tilbaka í tíma algjörlega En þetta er náttúrulega bara eins og maður þarf ekki nema að horfa á vegina. Það er eitt sem að fólk segir manni, maður þarf ekki nema að horfa á vegina. Það er eins og að horfa á bútasaumsteppi bara, og mjög bara fjölförnum vegum. Ég meina, ég var fyrir nokkrum árum síðan á Snorrabrautinni í skrúðgöngu hjá barninu mínu og ég lenti bara onni í svona Lísu undralandi hólu og var bara marinn og hölt í marga vikur og ég vissi að þetta er á Snorrabrautinni. Þannig að það þarf ekki að vera neitt vega snillingu til að sjá að þeir eru hólóttir. Það bara sést myndrænt, sko. Já, við bara... Þarf ekki verkfræðing eða vega sérfræðing til þess að greina þetta? Nei, við fengi bara grunnskólabarn leikandi til þess að greina vandan. Þarna er eitthvað skrítið. Þeir eru svo, og bara einmitt slítlagið, þú veist, það er svo lélegt á mörgum einmitt, eins og segir, á mörgum stöðum. Ég heiti þessum við vega lagningamann á Egilsstöðum. Hann sagði, sko, það okkur er bannað að nota tjöru í malbikið.
Það svona helst þetta ekkert saman og það í gangi hérna alls konar tilraunir nota repjólíu, eða einhvers að væri minnst að vera að nota lýsi og þetta bara heldur ekki saman, þannig að bundast litlaði sem hefur verið rækja núna, það verið ónýtt þetta 2 ár. Og þetta allt gert að því þetta var svo umhverfisvænt, það má ekki nota tjöru af því hún svo slæm. Þetta var svona dimmt inn á svona kaffihúsi það sem að vera að segja mér þess að sögur. Ég segir hann ekki dýrar en það hljómaði svona rödd sannleikars í einhverju bíómyndi sem er. Alltaf að gera tilraunir. Það vantar náttúrulega bara fjármagn í allt hérna. En svo, þú veist, á meðan eru bankarnir með að fá eitthvað gríðarlegan arð og það er náttúrulega bráðnauðsynlegt að selja þá. En þú veist, maður skilur... 90 milljarða. Já, við erum að vera stolt af þessu stóru fyrirtækjum á Íslandi og hérna og eðlilegt að fái arð og eitthvað svona en þú veist við eigum alltaf að borga allt og meira og það hér er ekki bara neitt almennilegt þannig að ég held að það þarf að endurskoða margt. Já, við vorum líka komin á það hérna fyrir í þættinum fyrir við rauðaborðið að hvort að við værum og þá vorum við að tala Grænlendinga en ég meina við erum að gríðarlega stórt land og óbúslega fá og stórt vegakerfi og spurningin er rauninni bara hvernig getum við þetta? Hvernig getum við einhvern veginn haldið vegakerfi? Ég held að Færeyingar séu eigi sko lengdarmetri sinn í jarðgöngum. Hver íbúi ef leggja Færeyinga saman á jörðina þá er það jafnt langt og jarðgöngin. Og þar hafa Danir þetta komið inn líka sko. Hvað getum við ekki gert þetta? Við getum gert þetta á Danmörku, ég er ekki að mæla með því en það er það sem Færeyingar eru alltaf. Hvernig er það í Færeyjum? Gefa þeir meira af sjávar afurðum eða sérst? Nei, það er örfárættir sem að var líka í fiskeldinu. Það er rosalega verbúð þar sko. Já. Það eru bara nokkri sem að eiga Færeyjar, ráða miklu. En það er öðruvísi. Það tökum við Færeyjar ekki til fyrirmyndir. Það er ekki sama eins og í kvóta, þegar kvóta kemur hérna, þá svífur kvótaeigandinn yfir samfélaginu og er ekki háður því. En þessi stór auðugu útgerðar og fiskeldiskallar þar eru svona meira eins og Einar á Bolungavík og sem eru tengdir sínu. Ég er svona, mín svona ágiskunu upplifun af Færeyjum. Að það er svona öðruvísi samsett. Það er komið miklu meiri fjarlægð á milli sko, þeirra sem hafa völdin á Íslandi og taka ákvarðanir. Það er mín upplifun sko. Ákvarðanir tekur rosalega langt frá okkur. Já, eins og þarna þegar Notre Dame brann í Frakklandi og þá kom bara einhver ríkur kall, var ekki hver var það? Einhver ríkur kall sem að bauðst til þess að endurbyggja hana og fyrir Frakkland, af því að það var svo mikilvægt. Við þurfum að bara fara á væla til... Guðmundur Fertram á Vestfjörðum, hann þarf að fara... Já, hann er nú einhvern veginn var að tala um það. Þetta kallar samfélagsleg ábyrgð, þá getur það gefið tilbaka. Það er þannig að ef einhvern vantar íþróttahöll á Akureyri, að þá er hún byggð fyrir almannafé og svo leggur Samherji gólfið og hefur risastórt skilti, logo á sér, sem er náttúrulega bara, hann er bara að kaupa auglýsingu. En síðan er að fara bæjarbúar og þakka Samherja fyrir það að veita íþróttahúsið. Minnst þetta að vera svona línan á Íslandi. Einmitt, og svo er allir krakkarnir í Samherja ból og í fótboltanum. Já, mynd auglýsingar, alveg non-stop allan. En maður verið sko sem að við höfum einhvern veginn vanmetið bæði fólksfjölgun og fjölgun ferðamanna og það sé einhvern veginn það sé svolítið að koma okkur í koll hvað vegakerfið var þar og húsnæðismál, löggæslu og bara mjög víða heilbrigðismál. Flutum sofandi af Hegðarósi. En það er ríkisstjórnin Eyjólfur Ármanns, hann ætlar að fara í samgönguverkefni, við sjáum hvað verður úr því. Ég náði að skjóta orðinu verbúð þegar náðan að ég er alltaf að reyna að tengja milli. Það er á að koma framhald af verbúð. Er það? Varst þú að skrifa þá frétt líka? Ég skrifaði þetta ekki þá frétt, en við fjöldum þetta á Vísi. Ég var alltaf að koma að Vísi.is. Ég sá þetta líka. Það var kynnt þegar var kynnt á einhverju sýningu hérna á hátíð, var það ekki? Ég man ekki hvað hún var. Það var einhver kvikmyndaði svona þáttahátíð, seríuhátíð. Og þetta gæti, og greinilega áhugi erlendis frá á þessu sér íslenska verbúðar pælingu, en mjög skemmtilegi þættir fyrir serían sko. Hún endaði svona, ætlaði ekki verið svona 95 cirka svona, Guggan gul og svona, það er eitthvað þar. Framundan er bara uppgangurinn af hruninu, heldur hún fjallar það? Nó efni þar allavega, það var fullt efni allavega og nóg stemningu. Það kom nú fram sko smá svona synopsi í þessari frétt það að aðal kvótaeigandinn þyrfti að eignast banka til þess að tryggja hagsmuni sína í samfélaginu
og þannig að, jú, það einmitt upptakturinn af hruninu þegar að fólk þurfti að eignast banka til þess að geta verið í viðskiptum. Þannig að það svona ýmislegt sem bendir til þess með það sem stóð í fréttinni, sko. Og Þorsteinn Má var náttúrulega stjórnarformaður Glitnis þegar hann féll í hruninu og var áhrifamaður þar. Heyrðu, hérna gaman að hafa ykkur, það hérna Jón Gnarr sem þingmaður. Hann kom með hérna tölu inn á þingi og var að leggja til að hérna þingmenn væri bara með svona stand-up að þingmenn ætti að vera í skikkjum og með hárkollur. Já, eftir að hafa verið skammaður fyrir að vera í gallabuxum, það ekki þannig? Já, hann var tekinn á teppið, sko. Ég hef mjög gaman að Jóni Gnarr en mér finnst þetta grín pínu þreytt hjá honum. Ég veit ekki hvort það gallabuxur. Já, gallabuxurnar grín á skikkjurnar. Já, sérstaklega í ljósi þess að hér allt í hershöndum. Já, mér finnst einhvern veginn, mér finnst það lúið hjá honum, sko. Hann þarf eitthvað að breyta bakgrunn í. Það er ekki alveg nógu mikil búrkur til að við höfum tími í þetta. En má maður ekki verið í gallabuxum? Jú, ég held að hann var eitthvað blásið upp. Mér finnst þetta tákgerfingu fyrir Bandaríkjunum, maður á ekki verið með verkamannabuxum. Kannski ættu bara að krefist þess að þau séu alltaf bara á nærbuxunum, af því að þau sita hvað sem eru alltaf bara á bóttum. Það er krafa formlegan fínan klæðabúr, heldur sko. Nærbuxunadagurinn eins og er víst í neðarkerfinu í London. Herðu, en það er reyndar að þið vorum að tala um svona nýtt fólk sem að taka við VFR og hérna Borgarleikhúsinu, að það er rektorskjör. Já. Þú ert með atkvæði? Já, ég með atkvæðisrétt. Búin að kjósa? Nei, það er ekki fyrir inn í næstu viku. 18. og 19. mars. Við erum búin að tala við hérna 5 þá sem að búa hér á landinu og nýttu bara tækifæri til að ræða háskólasamfélagi og fleira. Já, það voru mjög skemmtilegt. Já, og þau öll eitthvað, hérna, þetta er eini fjölmiðill sem sýnir svo áhuga. Vísi.is. Já, við erum að taka með einhverju ógrinni skoðanagrunna. Ég hef að finna það fyrir því, sko. Þetta er einar skrifandi stjettir sem eru núna að velja sér fórustu og það er búið að eyðileggja skoðanakaflan á Vísi. Það er eitt af mest leitandi við starfið. Það er að við þurfum að sjá um umbrot af þessum skoðanagrunum. Það er flóð skoðanagrunna sem flæðir þegar að koma kosningar. En hvernig leist þér hvað er þetta? Þetta er náttúrulega stefnu háskólans, hvert hann á að miða og ég held að það sé bara, út af við erum búin að tala mikið um Trump, ég held að við þurfum að pæla í hvað er þekking, hvað er fake news, hvers virði eru háskólar á tímum bara kaos tíma sem er bara svona algjört óræðu og líka það er allt einhvern veginn, þegar fólk skoðar eitthvað smá á Google þá segir ég var að rannsaka, allt verður rannsóknir, allt er þú veist, fólk var í COVID og fannst það vera bara orðið sóttvarnarlæknar. Þannig ég held að það sé rosalega mikilvægt að við veltum fyrir okkur hvað verður háskóla, hvað hlutverkið munu gegna. Verður þetta svona, ég meina til dæmis verður þetta svona bara Zoom stofnanir þar sem að fólk er latt inn í herberginu sinu að babla á Zoom og kennarinn einn í herbergi. Mér fannst Magnús, Björn og Silja leggja mest áherslu á þetta. Já, og ég held að það sé, og einmitt ég er algjörlega sammála því að það er náttúrulega fólk sem er í verstu stöðunni náttúrulega með geðrun og vandan, það þarf virkilega að taka til þar og stofnanir geta gert vissulega miklu betur, en líka þessi einmannakennd, stofnanir eins og háskólar eiga búið til samfélag. En þegar allir eru bara á Zoom og kennarinn einn í herberginu með kannski 2 nemendur, þá næst kannski ekki þetta samfélag sem að, ég meina þekking verður ekki til í tómarúmi, hún verður til í samtali. Það hefur ítrykkað, ég meina fólk trúði í endurreisninni að þekking yrði bara til í, þú veist, það var listamaðurinn og hann var þó kallmaður, hann var snillingurinn. Þannig að jú, og ég tala náttúrulega fyrir því sem félagsvísinda og svona hugvísindakona, ég held að þessi tímabært á því að við fáum mannesku úr þau í ranni. Ég held að mér finnst rosalega oft þegar opni dagar hjá háskólanum að þá er verið að kynna alvöru vísindin og þau eru heilbrigðisvísindi og viðskiptafræðin og verkfræðin og læknavísindin. Þessi viðskiptafræðin? Nei, ég er þjóðfræði. En þá eru greinar eins og sagnfræði og félagsvísindi og svo leiðis, hugvísindi. Viðskiptafræði er félagsvísindi. Já, það er alveg reyndar. En þá meina ég svona sagnfræði og kannski, þú veist, viðskiptafræðin hefur fengið mikið pláss. Þá er ég meira kannski að tala um sagnfræði, þjóðfræði, félagsfræði. Kynjafræði náttúrulega uppáhald þeirra sem við að tala gegn. Og þeirra, já, eru hræddir við hana. En þá er ég bara að tala um ákveðnar greinar. Ég held að viðskiptafræðin er ekki grein sem er á hættumörkum, en við erum með tungumál, bara stöðu tungumála og tungumál verða til í samfélagum og þróast, þú veist, íslenskan breytist ekki bara út að tíminn líður, heldur líka hvern við notum hana og hver notar hana
ég held að það sé bara rosalega mikilvægt að við þurfum að taka alvarlega ákveðin vísindi. Hver var það sem talaði fyrir því að háskólarnir færi bara Zoom? Eða, þú veist, hver talaði fyrir hinu? Hver talaði fyrir samfélaginu? Ég held að það sé kannski ekki að tala fyrir því, en ég held að bara háskólasamfélagi standa á tímamótum, bæði eftir COVID og líka bara í þekkingaóreiðunni sem að meðal annars Trump stendur fyrir. Ég meina, hann talar gegn ákveðnum vísindum, hann losar sig við fólk sem eru, ég meina, hann lokar stofnunum. Ég er sammála, ég er bara að hugsa hvernig á maður að styðja, hver stendur með háskólanum og samfélaginu? Ég meina það náttúrulega eftir hvað sín maður hefur en ég held að sé bara, ég meina það eru rosalega frambærilegir frambjóðendur en mér finnst ég bara að gefa svolítið inn varðandi hugvísindi og félagsvísindi. Ég ætla að segja að ég hef búin að vera nemandi við háskólanum núna síðustu 7 ár eða eitthvað slags, 6 ár og maður finnur mikið fyrir því sko mitt hvað það maður sér það líka kannski bara á umferðinni. Það er mikil umferð fyrstu vikurnar. Svo bara tæmist háskólinn. Fólk mætir ekki. Mér finnst það, maður sjá það alveg bersýnilega hvað fólk ekki að mæta að taka þetta á fjarfundabúnaði sko. Og þetta hefur líka áhrif á að alls konar svona sjoppur háskólans, þau hafa haldið út í svona ýmsum útibúum. Það eru skyndilega nánast allar horfnar. Bara því það þýðir ekki að halda þeim úti af því að fólk ekki á staðnum. Og mér finnst þetta mjög svona sorglegt þegar að háskólinn á að vera einmitt svona eyðandi samfélag þar sem fólk er á staðnum einhvern veginn að eiga samskipti sko, þá finnst maður finna fyrir því sko. En líka bara svo leiðilegt að vera kennari sem að tala við sjálfa þig, nógu einmanlegt ofta að vera bara heyra röddina sjálf. Umræðan að verða miklu innihaldsminni einhvern veginn og það er engin nánd einhvern veginn í því. Við vitum alveg af reynslu okkar af netinu og síðan samtölum að þetta er gríðarlegur munur á samskiptum. Og eitt af besta við þegar ég var í háskólanum með COVID, þá var einn kurs sem ég var í sem var nógu lítill til að vera hægt að kenna á staðnum sko. Það var tröllskapur hjá Ármanni Jakobs og þar voru við bara 8 eða 10 eða eitthvað, nú fá til að geta mætt sko. Það voru alveg mjög dýrmætir tímar sko, tímum þar sem að maður sá engan eða hitt engan. Var góð mæting? Það var mjög góð mæting. En það líka bara frábær kurs sem það er að endurvekja. En það bara sést svo að við erum alltaf líkamar, þannig að það er ekki bara hausinn á okkur. Flestir á Zoom eru bara svona, þú þekkir ekki göngulagi hjá fólki, þú veist, þetta er svona tölvurödd og talandi ég er í áfanga sem er í tölvunni og hitti nemanda sem ég er búin að sjá rosalega oft í tölvunni og ákveða að heilsa viðkomandi og þá fattaði við værum ekki tengdar sko líkamlega, það var alveg augljóst. Af því að ég bara aldrei sé viðkomandi og var pínu bjánalegt samtal. Erum við ekki í námi saman? Það mun ekki rísa upp svona einhverjar þjóðfélagsbyltingar upp úr háskólasamfélaginu eins og það er í dag. Eins og gerðist hérna fyrir 50 árum. Nei, ég hugsa nú ekki. Það er ekki bara á netinu? Það er allt öðruvísi, það tala allir flatum rómi, þú veist ekki hvernig fólk er að grínast, hvernig er ekki að grínast. Og verða bara einhverjum svona hýjenu hópar sem að hlaupa Geltlandi, sko. Ég upplifði það allavega þessa dagina. Herðu, þú fær ekki að kjósa í rektorskjöri? Nei, ég var nú... Finnst það ekki þetta máli hver er rektor? Er þetta svona eins og að kjósa biskup, eftir þjóðkirkjunni? Ertu í þjóðkirkjunni, ef ég má spyrja? Já. Ég sagði ráðan, ég var á kirkjuþingi þetta eina tíð. Já, einmitt. Sumir sem ekkert í þjóðkirkjunni finnst samskipta máli hverju biskup. Já, ég held að skipti máli hverju rektor. Ég var í Háskóla Íslands og kemur raunvísindasviðinu, líffræðingur og Alvöru vísindum, hörðum vísindum. En samt sko líffræðin er talin vera mjúku hörðuvísindin, þannig að það sé nú sagt sko. En einhver síður það skipti bara mjög miklu máli hverju rektor og mér finnst mjög sorglegt að heyra sem þau eru að lýsa hérna, unga fólkið, hvernig félagslegi þátturinn er svolítið að detta niður í háskólanum vegna þess að það var nú eitt af því sem hélt manni nú fljótandi í gegnum háskólan, það var svona félagslegi þáttur, gríðarlega mikilvægur og kannski erum við þarna komin að kjarna málsins á hverju fólki líður illa. Ég held það, þetta er bara rosa mikið einstæmt og þú veist, og þess vegna, þú veist, ég held alveg að stofnanir, þú veist, þessum geðheilbrigðismálin sem er einhvern veginn að þú veist, það hefur alltaf verið erfitt að díla við geðrænan vanda en það er bara það að fólk er enn einmanna sem er á erfitt andlega, bara enn verra. 100% sammála. Þannig erum við bara að framleiða fólk sem er einmanna og þarf samfélag en það bara, mér finnst þetta bara ekkert, sko, eitt skarar ekki hitt, bara
það þarf að taka utan þennan mjög geðveika hóp og fólk sem í miklu vanda og samfélag þarf líka að vera af því það er líka veldur alls konar. Já, ég var að meina það, við erum alveg sammála. Nei, algjörlega. Þegar það er sagt hérna þetta borð að við erum komin að kjarna málsins og þá slíti ég alltaf viðröðunum. Því að við verðum að geta haldið áfram. Það getum ekki leyst öll heimsins mál hérna í einu þætti. Það verður nú gott. Þá myndi samstöðum bara hætta. Herðu, en mjög gaman að fá okkur hérna. Vilborg, Þorkell, Ester og Magnús. Takk. Takk fyrir okkur. Og ég þakka Pétri fyrir að taka upp og senda út, en mest þakka ykkur áheyrendur og áhorfendur góðir sem hafa breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafi byggt upp samstöðuna bara með þessi vinum og vandamönnum frá efni sem að ykkur líkar hér. Þá fyrir fólk og kíkir á það. Þið getur sagt frá því að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, það næst alveg upp á svona við Snæfellsnes og langt upp í Borgarfjörð upp að litlu kaffistofu út á Reykjanestá. En það má líka sækja þær útvarpsendingar í spilarann, spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið þeirra sem er heppin að skipta við Símann. Þar eru við númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða upp sínum viðskiptaunum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, allan ásins hring, samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðinnar. Það sem drífur samstöðina áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur, það er eitthvað 1600 manns sem hafa gert það og þannig fáum við aflið til þess að byggja upp samstöðina. Við höfum ýmis áform að gera hana ennþá öflugri og ég hvet ykkur sem ég veit að eru mörg sem kannski fyrir löngu ákveðið að styðja samstöðina og líti svo á að hún sé mikilvægur þáttur í lýðræðislegu samfélagi að kýla á það, að skráða ykkur fyrir áskrift. Þið farið þá inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástandur áskrift, það getið þið skráða ykkur fyrir 2500 krónur sem er grunnáskriftið, þið megi borga meira þið viljið og því sem að kjósið getið látið áskriftina renna sig félagsgjöldin í alþýðfélagið og það er alþýðfélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er orðið gott í bili, hérna á morgun er helgispjall, þá mætir Dagur B. Eggertsson til Björns Þorláks og svo á sunnundaginn að þá verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils í hádeginu. En ég þakka fyrir í bili og segi bara góð helgi.